29. maí og F95 blöður hafið göngu sína. Ég ætla að segja á stórkostlugum föstudegi. Það ekki fullu bátur en þið þurfu ekki að örvænta. Við erum með markaðasta leikmann í sögu F95 blöð, Steindór Steinþórsson. Hann í sínu sæti. Takk hérlega. Ég ekki að segja þjálfarinn sé í sínu sæti, Auðun Blöndal, og í stað fyrirliðan sem að, bandið nú ekki hættu. Hann nú ekki búin að vera miklu fríi. Erum við komið með besta sjötta mann allra tíma. Hell yeah, það Hjálmar Jón sem bara Hjammi, verður velkomin. Það eftir að hækka þessi í mæknum mínum blöð. Hann bara vel uppi á sama stað og allir hinnir. Þetta rosalegt sæning. Já, Hjammi hefur komið áður og það heiður að hafa þetta. Já, það var geggja, þegar ég kom síðast það var Steindi í fríi. Já, þú hefur aldrei verið með Steinda. Aldrei verið með honum. Nei, það heiður að vera með Hjammanum. Við erum alltaf höfum verið samt, við höfum brallað ímislegt saman. Við alltaf höfum gert töfrasýningu saman. Það var rosalegt. Það var rosalegt. Í stóra sviðinu. Það var svo svakalegt. Og ég man ekki, það var eitthvað sem ég gerði sem ég rugglaðist og ég man ekki ennþá hvað það var. Jú, ég átti að leysa höndina úr einhverjum póka eða eitthvað. Þú varst að rugglast hönd. Já, ég setti auðvitað á höndin. Það var eitthvað svona. Það var svakalegt. Þetta var rosalegt. En hvernig, ég ætla að byrja bara á þér, Hjammi, hvernig ertu? Ég er bara léttur. Ertu ekki svona típa, ertu ekki alltaf í gír? Jú, ég er þar og hvað þá á föstudegi. En það er eitt samt, þegar maður er boðar í F95 blöð, þá er þetta samt hangandi yfir manni. Maður vil standa sig, já, þetta er alveg þannig gig. Finnst þið það? Já, ég er ekkert eitthvað auðun heldur þetta sé bara eitthvað, ég sé að koma og léttur. Ég er þetta hangandi yfir mér. Og ég alveg, hann er auðvitað bara eitthvað, já, býtu, ég þarf að passa maður þessu og svona, sko. Passa á pöfum? Nei, þú veist, ég er vel gíraður, sko. Já, eina sem þarf það er bara, það er að vera í gír, þrír í gír, það er svolítið slagorðið okkar hérna, sko. Já, þrír í gír. Og já, Hjammi, við erum nú ekki þekkti fyrir að vera einhverju drykkjumenn, en Hjammi heimtaðum allir fá okkur þetta nýja Tuborg Lightin, þannig að við vorum að opna hann. Hann verður ískaldan í stúdíónu, allir bíllausir. Máli er að þessi nýji bjór, hann er 28 kaloríur og 4,3%. Já, sko, hann kemur eftir helgi. Við erum bara að fá smakkan þetta undan, Tuborg Light. Þannig að, já, Glútenfrí. Þú setur ekki glúten inn fyrir þína varir eða? Ég er alveg hætti því, ég hætti því 2011 held ég. Þú voru ekki borðað glúten síðan 2011. sagði ég nei. Þetta er þá kalóri Og líður ekki miklu betur. Þetta er kalóri minnsti bjór landsins. Hlýtur að vera. Kalóri minnsti. Já, það er smakast við. Já, ekki nema Ginni en sé. Ég þekki það ekki. Það gæti verið að gera. Nei, svo þetta skiptir þetta einhverju máli. Þetta er gott. Ekkit svona, ég er að gera þetta fyrir þig. Ég er að segja þetta fyrir þig. Ég er að reyna að bakka þig upp. Ég er ekkit að telja kalóriur eins og heldur, sko. Þú heldur það, sko. Rakel konaðin hefur sagt mér að þú varst með Ég keypti tómatsósu. Þú ætlar að fara að tala aftur um þessa tómatsósu. Já, þú keyptir. Hann kaupir létt tómatsósu. Og hún heitir Fönix, hún er bara mjög góð. Ég hef ekkert að móti Fönix, þetta er allt sama. En þú ferð sko að þú fer að kíkja í hvað er í tómatsósu. Þetta er bara tómatsósa. Ættu bara að koma ykkur alvarlega þrá ekki. Já, þá er þetta þrá ekki. En líka blöð, mástu þú varst með vasaljósi í bíó. Séðu hvað Steindi glaður. Þú myndir aldrei verið í bíó og lýsa á Smarties-stauk og aðtöfa hvað er með marga kaloríur. Þú ert bara í bíó. Nei, aldrei, nokkuð tíma. Maður setur bara upp í sig það sem er bara fyrir fram að sig í Þess vegna bíó. var ég að segja þetta með Björna, því ég veit út ánægð með þetta að heyra þetta, sko. Já, sko, Hjammi með þess að ég veit ekki, konaðin hlustum. Má ég segja hvað gerist þú komst og hitt okkur á Lífa? Já, absolutt. Jú. Það er allt í lagi. Já. Hún er okkur hlusta samt. Já, Hjammi, hann saði spurði Steinda, mér finnst þetta svo fyndi bara, Hjammi kom og hitt okkur á Lífa, hélt á tveim svona samlokubrifum og saði við Steinda, það stú að gera þetta stundum þegar konan tekur bílinn eða Steindi bara hvað, fela samlokubrif. Ég var með eina roastbeef og eina kjúkling og eggjum. Hvað er besta samlokan? Roastbeef. Ekki roastbeef og rækja? Roastbeef og rækja er það besta. Það er roastbeef og kaffi er gjörsamlega geggjað kombo. Ekki kókamjölkina? Ég fyrir alltaf í kókamjölkina eða Pepsi Max, sko. Fyrir okkur sem munni bygginguvinni 6 ár, þá er bara roastbeef og kaffi. Það er bara geggjað. Varstu í, sko, ég er alltaf að kynast. Það er bara roastbeef með engu. Það er sick. Það takit á sig. Já, ekki að skóla niður með henni. Það er smáföru, skilu. Þannig að það takar alveg á sig. Ég verð að skóla niður með einhverju. Já, það er harð, sko, ef þú vilt vera grjótarður, þá ferði bara, ég getur ykkur svona samlóku, sómaði jumbo og hvað sem deytir, með engu. Já, sko, ég sá einn daginn vera að borða pizza og Lífa með vatni. Mér finnst það mjög steikt. Það gengur. Getur þið tekið pizza og vatn? Ég bara sagt það hér og nú, ég borði ekki neitt með vatni. Nei. Ég er alltaf með eitthvað. Og stundum ég lendi í heima, það er ekki til
þá fæ mér blandidjús. Sem er hvað? Þú stjús sem hún blandar? Já, þig Blandidjús? Ég hef ekki séð bara sér ég var svona 6 ára. Það er þá til? Já, það er til. Og hvað, setur þú svo bara vatn út í? Já, svo bara vatn bara til að fá eitthvað bragð. Ertu líka að fá þér Nesquik og svona? Ég var rosalega Nesquik-kall, það var svakalegt. Ég kom heim Blandaðu daginn mjólk. og ég fenn bara keks og Nesquik. Við erum að sálufélag. En ég fór óverdósaði. Ég fór óver. Ég er ekki grínast. Ég lendi í ykkur bara ríkánu dæmi. Bara mæginum var eins og klumpur og ég var alveg og svo Út af Nesquikinu? Svo fekk ég hjartaáfall náttúrulega bara í mars í fyrra munið. Já, við meðum ekki gera þeim sem er að flytja Nesquik að það verið þeim að kenna. Nei, alls ekki. En ég er að segja combination another thing. Já, en sko, en veistu hvað, þetta býtur ekki á þig. Eitt hjartaáfall, hvað með mér veistu bara, þú ert miklu betri Já, það er betur. 10 svona betri, sko. Þannig að Ég er líka að tekið eftir því. Ég hef aldrei fengið meira auga frá konum en núna, í dag. Ég veit það. Og ég er á 53 og ég er að upplifa núna kannski þess að þeir eru búin að upplifa mörgum gár. Við? Já, ég er ekki til þessu. Steindi. Þannig að ég er svona á hótelum bara erlendis. Og er ég bara að fá bara Já, þetta er ekki að því þú þekktur á Íslandi. Nei, þetta er ekki eitthvað svona, þetta er Þú ert bara eitthvað erlendis og sérðu bara Þú ert að segja okkur bara eitthvað beint útsendingu þegar þú ert erlendis á hótelum. Hvern fólk er að góna þig? Ég er bara að lendi í núna. Ég er að fá svona bara alvöru svona létta viðreynslu. Þú veist, bara svona, Þú veist, ef ég hefði mega move og það er mikið 213. Það vantar ekki mikið upp á. Þetta er rosalegt. En þú varst að segja okkur að þú hefur verið í byggingavinnu. Ég hef oft spáð í, sko, ég veit að þú kemur fjölskyldaðin á Brynborg. Já, fóreldraðinir. Hvað ertu Ég keypti bíla af þessu fólki og ég get alveg votta það, þetta eru frábæri bílar. Ég get alveg sagt þér að fyrstu kynni minn að Steinda var þegar pappans kom og keypti bíl fyrir Steinda. Vertu hreinskilinn núna. Því að við hefur oftur tekið fram hérna sem þetta. Við ljúum ekki á hlustendum. Hversu marga spurningar spurði pappi Steinda? Stanslaust. Ég er ekki grínast. Þetta eru lógjustu með landsins. Sko, þetta var Hann hlýtur að hafa spurt út í allt saman. Já. Og ég man eftir, ég held að hann hefði keypt Ford Fusion sem er ljótasti bíl sem kom frá Ford. Og það var svona kassalagur. Nei, hann keypti hann ekki fyrir mig. Hann kom bara sem svona ráðgjafi. Já, ég veit. Veistu hvað gerist það? Hann kostar ráðgjafi. Já, ég keyrði á þetta var eftir ára Beinta planinu. Já, þú keyrðir á Ég keyrði ekki á, það var keyrt á mig. Ég hef aldrei, ég held að ég hef ekki lent ennþá í órétt í umferðinni. Sko, þú ert reynda Steindi, þið finnst þú alltaf rétt einhvern veginn í lífinu, sko. Nei, ef þú lentir í árekstri þá veistu að það er bara annarkvort eftir rétt eða órétti, sko. Það er ekkert eitthvað, mér finnst það er bara kemur Mér finnst þetta ekki vera. Það kemur bara einhver svona gulum förðunum bíl og ákveður það. En já, ég sem sagt, það var keyrt aftan á mig, sko, bara svona 12 mínútur eftir ég keypti hann bíl. Þannig að þú keyrðir bara á Ég átti Ford Fusion í 12 mínútur. En byrju, eyðilegast hann? Hann eyðilegast, ég hefði getað, sko, það var keyrt svo harkal á mig að ég gæti, sko, rétt höndina svona aftur og tekið utan aftursætið, sko. Hann var bara nokkur, sko, hann var bara styttust helming bílinn. Þetta var fyrstu kynni minn. Ég fekk aldrei að hitta hann. Pappa kom bara og var að díla. Sáum þetta svolítið fyrir. En hvað ertu, sko, eins og sagði hann, þú ert 53 ára. Ertu búin að vera í öllum vinnum með það? Já, ég náttúrulega var í byggingunni 6 ár. Þannig að maður svona þekkir þennan alveg. Þið hafa aldrei unni svona vinnu? Jó, ég var alltaf málar í 5 ár. Var það? Steindi, þið eru nettir samfélag. Þetta er magna. Já, ég var bara Ég ætlaði að vera málari. Já, en það Það var svo innvinna sem ég langaði mest til að vera. Já, en þar til þú ert hangandi á gaflinum í krummahólum að því að er einhver búin að færa vinnuliftu og hvað. Þetta er hættulegt starf. Og líka náttúrulega þú varst á IFF eða? Nei. Ég var alveg það er eitthvað vandrarlegt. Ég var bara hjá pappa í Brynborg. Já, það er bara þegar við vorum að byggja Brynborg. Þá varst ekki í bygging. Ég ætti að vera búin að íslensku maðalverstu Spenanum á pappa hjálpunum. Þetta var alveg hardcore, sko. Og við varst í vinnubuxum og þú veist alveg með Byggðið þú Brynborg? Já. Er það þessna sem er svona örugustæða til að vera á? Það er bara máli, sko. Komið að ég ætla að fara ekkert á með ykkur og síni ykkur bara allt þarna niðri hvernig það var. Þetta er gott slag. Þetta er mjög gott slag. Hver á þetta? Eitt bróðinn.
á hann þetta. Já, það er snillíkur í svona sko. Þetta er gott fyrirtæki. Já, mjög gott. Fóreldrar hennar fá alvöru plögg hérna. Já, bara, við þurfum ekkert að því að er ekki bara að fá síðan eitthvað rökkun, kemur ekki heimabankan. Það er ekkert frítt í þessu. Þú veist, það er ekki eins og þjóðin farið bara að kaupi Ford Fusion og Peugeot bara þegar heyrðu okkur tala um þetta. En þetta er gott fyrirtæki. Já, brilliant fyrirtæki. Ég er samt að segja við ykkur, þetta var alveg hardcore. Þetta var 93 til 99 og þarna átti ég að vera í menntaskólan, ég fjall og var búin að falla nokkuð sinnum og pabbi var í vesinni með mig, þannig að setja mig í byggingunni. Já, en hvernig er svona venjuleg dagur hér í dag? Þú ert með náttúrulega, út með podcast, þú ert með hjami.net, þú ert ekkert eitthvað 9 to 5. Nei, ég er ekki 9 to 5. Skemmt helgar. Já, skemmt helgar og svona, þannig að ég er sjónvarpskall. Ég er rosalega gaman að vera heima og bara horfa á þætti og svona á daginn. Já, bara... Mér finnst það gott. Ok, hvað ertu að horfa á það? Ég hef verið að taka bara, núna var ég að taka Righteous Gemstone. Já. Þú þekkir þá? Já. Á einhverju stöð. Já, býttu þannig að þegar ég spyrir hvernig venjuleg dagur hjá þér, ertu það bara heima að horfa á sjónvarpið? Ef ég get. Já, ok. Ég er bara að horfa. Það er gott að skemmta mikið um helga. Þú ert að vinna mikið á þessu í pottum og svona. Þú hefur kannski, en sjónvarsklukkin þinn er svona kannski milli 9 og til hádegis á virkum. Já, alveg til 3. Já. Þá er ég alveg góður. Þú nærði alveg 2-3 seríum í viku. Já, ég finnst það geggjað. Vera bara heima, vera bara með síman og silence og vera bara að horfa á góða þætti. Finnst það geggjað. Ég get lofa því allir sem er að hlusta er alveg sammála því að það er geggjaður dagur. Það er ekki svo sett að koma eitthvað á hlustundum herðu, bara þess að við vitið það er geggjað að vera bara heima frá 9 til 3 og horfa á þætti. Nei, en þetta fólk er að horfa á þetta á föstudagskvöldum og lögudagskvöldum. Ég er að segja, það er ekki að vinna. Ég er að vinna. Þannig að eðlilega. Það er bara þannig. Svo setur maður upp þetta vel og tekur til og svo. Já, maður reynar sína lit. Já, ég verð ekki. Hvað áttu mörg börn? 4 börn, á hvað aldrei? Ég á sko 7-9 ára. 7-9, já. Svo á ég sko 26 og 30. Já, áttu 30 strák? Nei, stelpu. 3 stelpur og 1 strákur. Já, en byrju, sko það er alveg góðu munur hann. Já. Ég er búin að taka 2 svona til. Ég er ekki með sögum konu. Þú ert samt, skilur við, svo þú ert út. Það er rosa skrítið að vera saman konan. Ég var að gera aftur í gang. Það var á milli. Fjörum aftur í þetta bara. Þannig að ég er svona, já, ég kerði yngd þessu. Já. Og hvernig, en ertu með hund og kött og ekki til því? Ég get ekkert, sorry, ég hef ekkert móti gæliturum. Nei. En ég get ekki verið að auka á vesinni heima. Þú hatar ekki dýr. Nei. Klappar ókunnum. Hvað er þetta vona ekki? Ég klappa ekki ókunnum hundu samt. Ekki? Er þið að því? Já. Ef hann kemur. Er það? Ég leitast í það sko. Ef ég sé einhvern hund, þá kikið ég á hann. Ég ger ekki. Ekki? Ég bara leiður konur einhvern upp, þá er ég svolítið svona. Já. Geta bitið. Já. Það er ekki saman með dýrin og döfumötunum hjá þér. Nei, ég leipið þeim alvað. Alla sko, við verðum að taka framsteindi hérna eiginlega náttúrulega erlendis á Lake Como í einhverju influencer að ferð. Eru þið búin að sjá hérna eitthvað frásæri ferða? Já, maður er búin að sjá þetta eitthvað vídeo og myndir. Ég ætla bara hérna brjóta ísinn og segja þetta er bara verulega skrítið. Nei, þetta er bara, hann er í influencer að ferð, hann er búin að segja okkur það. Þá er bara fólk að posta myndu, nei, bara fallegt sýnir í og hann elskar þetta, hann elskar að vera í rósaðinni og taka mynda góðu hérna ocean view og setja hluti í og úr fókus. Ég get alveg lofaði því að það eru fleiri að hlusta sem að myndu tengja við að fara í hans ferð heldur en að fara til AC á mánudaginn sko. Ég get alveg lofaði því þannig að þú ert ekki verið að setja á háan hest. Ég er í minni hluta þetta. Já, það er bara svolítið þannig. En það var verið að tilkynna hjá mig. Við verðum á Akureyravelli. Það er Stadium gegn F95 blöð Vestló og við vorum að tilkynna line-upið. Það er komið inn á bara Instagrami hjá okkur öllum 3 og þetta er rosalegt line-up. Heyrðu, lestu þetta upp. Við erum að tala um sko, ef þú ert að fara norður þá verða Úlfarnir að koma með. Úlfur að koma. Það er eiginlega bara mín upp á sljómsið. Já, það er líka bara verður að vera. Ef þú ert að fara til Akureyrar þá verður að hafa St. Pete. Það er kongurinn á Akureyrar. Ef þú ert að fara norður þá ert að hafa Sverrir Bergman frá Sauðárkróki. Svo erum við með bara drottninguna Ragga Gísla verður með okkur á Akureyravelli 1. ágúst. Ragga Gísla live er líka rosalegt. Það er bara sturlað. Við vorum búin að tilkynna Birnir í svona Godfather skett. Þannig að Birnir verður með okkur líka. Jóhanna Guðrún verður með okkur líka. Og Ágúst Bent verður með okkur á Akureyri á laugardaginn 1. ágúst. Muscleboy tekur náttúrulega sett líka. Já, þetta verður
sturla gig. Já, og svo getið verið að dætt inn leynigestir. Það verða leynigestir, sko. Það er ekki alveg en þetta er rosalega, við erum svo peppaði maður. Þetta er svona city of joy, það er alltaf 100 gráður, alltaf ógæðislega góður hiti og þetta er svona 1. ágúst er þetta Þetta er verslunarhelgi. Já, en er þetta á laugardag eða sunnudag? Þetta er á laugardeginum. Þetta er á laugardag. Já, þetta er á laugardag. Og svo á sunnudeginum eru reyndar aðri tónleikar og sama eru líka stadium tónleikar. Það er fríktina þá sko. Þannig að þú getur alveg að tekið þarna double og það er line-upið það er líka rosalegt. Þetta er svakalegt. Þetta er svakalegt. Gaman fyrir liðið að taka, þú veist, það er að fara í böðin, það er að fara fælast þarna Akureyri er bara, ég á ekki eina slæma minningu Akureyri. City of Joy. Það er bara þannig, svo það er stór helgi, það er úrslitaleikunni meistaradeildinni á morgun klukkan 4, skrítin tími. Já, og það er tími. Já, hvað þú ert náttúrulega Tottenham stuðningsmaður hjá mig. Þannig ég er svona bara heitvots þetta. Það verður ekki að styðja Paris Saint-Germain. Já, þú getur ekki haldið með Arsenal sem Spurs stuðningsmaður. Ert þú að fara að halda með þeim eða? Nei, ég held maður verði svolítið að halda með að fótbolti vinni. Já, ég eitthvað neginn sko, svo er þetta pabbi mun pottið halda með þeim sko. Pabbi er rosalega United maður. Já, hann heldur með Liverpool ef þeir eru að spila í. Já, ég skil þig. Það er reyndar alveg fallegt. Hann heldur bara alltaf mennskulegum. Já, það er alveg. Ég er samt alveg skítrættur Arsenal að vinna þetta. Já, ég er skítrættur. Kláruðu deildina, þannig að það er minni pressaðin. Það verður að viðkynast. Herðu, svo erum við, ég ætla að fara yfir þáttinn, drengir. Við erum með Top 10 sem er nýjasti liðurinn að stenda í F9 blöð. Já, vil ég vita konseptið það? Já, hvað er með það? Þetta er Top 10 turn-off. Þegar við vorum hann að mastu með síðast hann eitthvað rugl. Já, þú varst með stellingarnar. Já, sem var Ég hljóp á mig. Ég fann bara, þú veist, Djúvill fannst mér að fyndið. Hún fannst svo óþægilt þegar hann var að lesa þetta. Ég hugsaði að þetta geti verið svona skemmtilegt til strákana að heyra þetta og svo var þetta bara vont og skrítið og þannig að ég ætla að vera með top 10 turn-off. Turn-off. Ok. Þannig að segjum og sért bara með frúnni. Það er ágætt að þú vitir þá, þú veist, ok, hvað eru þessi 10 hluti sem að... Líka bara, þú ert með unga hlustendur sem að fara kannski inn í bæi í kvöld að viti bara hvað er turn-off. Já, þannig að þetta er bara top 10. Hvað er turn-off fyrir hjemma? Nú veist þú, það er verið að reyna við erlendis mikið, sagður. Hvað er svona? Sko, ég ætla að segja vape. Vape er turn-off, þá getur ekki byrjað með stenda. En sígaretta, það er turn-on. Nei, minnstu turn-on. Það er eftir komin í einhver svona töffaraskap. En vape einhvern veginn, ég veit það, þetta er alveg glada. Þannig að fyrir það er stelpur, þú ert náttúrulega lofaði maður. Ég er það. En ef þú skildi fara ekkert á markaðin, ekki bara veipa í kringu hér. Nei, en reyktu, og keðjur. Já, bara kontur keðjur ekkert. Þetta er rosalega kontu keður ekkert til mín. Svo erum við með sko Steindi, ég held að þú að gruna þú myndi vera losna við spurningkefni Gilsarans í dag. Já, en hún er Svo er ekki, hann er búin að senda með spurningkefni Gilsarans beint frá Ítalíu. Hún er líklegast ekstra skrítin sko. Ég tók þetta úr 13 niður í 7. Ég ætla ekki að fari, hann verður komið 2-3 í hann. Já, ég bara veit allt það. Hún er pottitt mjög fyrirleg. Veistu hvað þetta er King of? Vissan að hjá mig væri með okkur. Já, og þessna vildi hann vera með King of Likeable. Hann vildi meina að þið tveir séu báðir mjög likeable gaurar. Já. Þannig að King of Likeable er spurningkeppni Gilsarans í dag. Já, þú ert að stýra þessu. Já, veist, ég lesi þetta bara. Hann samdi þetta, ég lesi þetta. Ég er basically bara spirit. En takk hjá fyrir að kött þetta úr 13 í 7. Það voru 2-3 ára sem að ég var bara aldrei að fara að lesa. Hann er í frí. Ég var að Rósson. Þetta er heldur vel gert. Rósson, þetta tekur hann svona 3 mínútur. Þetta er vel gert. Alltaf sömu fokkin spurningarnar. Já, þetta tekur svona cirka 35 mínútur, max. Svo erum við með lið sem heitir Kynnast hjamma. Já. Því að það er erfitt að fara í þekkið ekki. Því að þið þekkist nú ekki það vel. Nei. Þetta er svona meira hæ og bæ samband ykkur á milli. Þannig að það er skrítið að senda ykkur í þekkið ekki. Þannig að ég ákvað að taka svona 8-10 bestu spurningar sem hafa verið í þekkið ekki og hjá mig þarf að svara þeim öllum. Þannig að fólk og við rennum yfir svörin og veltum steinum. Þannig að fólk mun kynnast hjamma þess betur hér og eftir. Hvort mundur frekar var eina verkefni hjamma náður að leysa það hjamma? Já, ég held að það sé klárt. Þú ert með 3 ár. Það er klárt. Og svo erum við með Common Knowledge frá Steinda líka. Common Knowledge er að koma úr góðu fríi. Ég er ekki stundum, það er ofta ástæði fyrir að dagskrárliðið fari frí. Hvað er fyrir þetta pappa
brjálæðin? Hann er hann hættur að senda brandara? Það er bara allt gott að frétta á hann Þetta er bara orðið svo erfitt maður. hann fallingallina? Hann hætti aldrei En málega þetta er bara svo erfitt fyrir hann Þú veist, hann er Mér finnst hann þetta ótrúlega Svo má ekki gleyma því að þegar sko Hún finnst erfitt að henda í Þegar grínistar á þessari sko, hann á svo mikill hraðleið upp Hann fór svo hratt upp að menn verða líka stundum að staldra aðeins að lítið kringu sig, fá sér eina síkó, slaka og aðeins bara svona hvað er ég að gera, hvert er ég að stefna Er hann komin á sama stað og þegar Sverrir Bergmann var í Dayslipper og neitaði að syngja án þín af því hann var svo mikill listamaður Er pabbi núna bara svona, ég er ekki að fara að senda brandara Ekki alveg Hann er alveg sko, hann er búin að senda samt á mig sko, hann er að reyna að breyta efni eins og Svessi, hann fór alltaf í aðeins svona dýbra stöf sko Gleymi aldrei, voru tónleika með Dayslipper í gamla bíó spurði ég Svessi eftir tónleika, þú tókst ekki án þín ég er ekkert að fara að syngja án þín næstu árin og ég bara, akkur lægið okkar Já, en mér þarf að sko bara hendaði strax í rusli þá varstu líka með Svessa í netaból með húu, með síða húu svona eiginlega svona eins og jólasinna húa nema vant í dúskin Við þurfum að láta Svessa taka eitthvað 2-3 Dayslipper-lög á Akureyri Er það? Taka Kumela Sko málið það Dayslipper áttu nú nokkra hittar Alveg 2-3 allavega Já En seniorinn er bara á góðróli og hérna hann Við fáum einhvern veginn brandara frá hann Já, hann er bara að reyna að semja sér degi efni og það má ekki þrýsta svona Nei, við setjum engan þrýsting á seniorinn Það er bara að það koma brandara frá honum at his own time En eins og við sögðum hérna áðan að þá er búið að tilkynna line-upið okkur á Akureyri farið inn á Instagramið okkar kíkja á þetta, hendi smá like og smá ást Þetta verða bestu FNÍ fyrir blöð tónleikar sem hafa verið haldnir Þetta verður okkar stærsta gig Við ætlum ekki að Það verður sett alvöru púður í þetta Við nennum ekki að halda tónleika nema að vita það að við getum toppa síðustu En sko ég er spenntur að heyra hvaða lag ætlar að opna Þegar þú ert þetta með úrval af liði Í hvað feeling varstu til að opna? Ég er í þannig feeling að veðrið hérna núna Þetta sumar er ekkert að fara allt og vel á stað Það er að opna úlunum Þetta sumari það sveik mig Það er nóg eftir, það er 1. júní á mánudaginn Þannig að sumari kannski ekki alveg búið að svíkja okkur En svo gula mætti bara að láta sjá sig Það er bara lög Það er bara lög en ég get lofa ykkur því ef þið mætið 1. ágúst á Akureyrarvöll þá heyrið þið þetta lag Það held ég sumarið það sveik mig Þetta verður tekið laugardaginn 1. ágúst á Akureyrarvelli á Stadium GGF 95 blöð Úlfarnir verða með okkur á Akureyri Jöfull er ég Þetta er kongar af Norðurlandinu Svakalir Ég er helviti peppaður núna þeir að verða Eru þið tilbúinir í slúður, drengir? Ertu slúður, Pési? Ég elskast gott slúður Já, ég hefa rúsar ofta slúðura Já, fylgjustu vel með slúðurinu? Mjög mikið Hollywood sérstaklega Já Ég er með fínasta bakka Ertu með hérna, því að ég var svo til að fá teik frá Hjamma með þetta mál hérna, ertu með Beckham fjölskyldum? Nei, ég er án svo þreyttur á fjallum Hvar stendur þú Hjammi í Beckham-deilunni? Alltaf Beckham Já, Alltaf Beckham Það er svo stórfurðulegt Nei, ég er ekki Brooklyn Nei, ég er ekki talað um það sko Ég veit ekki, ég vil ekki Sko, jú, ég Steindi heldur þessu að halda þessu gangandi til að selja fleiri nærbuxur Já, þetta sem er alveg rosalegt teik bara sorg í fjölskyldunni sko, veistu hvað, ég er búin að fylgja svo vel með þessu ég nánast daglega fer ég inn á gerfigindina og er að spjalla við hann um þetta ég og gerfigindir erum að spjalla um þetta mál sko. Og hérna er það orðið þannig, en maður, veist, að því að ég er ekki á neinu svona, erst þú með ChatGPT? Sko, hefur þú logið að ChatGPT? Ég hef aldrei talað við ChatGPT Ég er á Gemini, það er bara Google og er þið bara að spjalla við? Já, það var geðvögt Vandar ykkur vinnu? Þú veist, eftir að spjalla, hvað minnur spjalla? Ekki spjalla beint bara Þú veist, varst ekki að segja það? Ég er, skilur við bara í ongoing svona, jú, en það sem hún vil meina er að þú veist, hún vil ekkert meina það beint, ég les bara milli línana að nærbuxnasalan er búin að bústast upp að það og úrinn og kjólarnir og eitthvað þetta er alveg svakalega sko þetta er eitthvað sem við erum að tala 30-40% upp sko út af þessu og sko það er mikið þetta er ekki 5% upp, 40% upp Haldið að verði þannig í framtíðinni þú búin að tala við, maður segir alltaf hún gerfigreindin þú búin að tala við hana kannski í 15 ár svo er hún komin inn í eitthvað robot og þú getur valið, heldur þú getur orðið ástfangin af gerfigreindin það verður bara konaðin í framtíðin Hvað eru strákaninn gamla áttur? 6 og 7? Nei, 6 og 5
5 og Teddy verið 7 í nóvember. Þeir eru líklega til að vera svo kynslu sem gæti vera að byrja með gerðin. Ég get lofa því að þeir munu ekkert að koma heim með vélminni og kynna þið fyrir því og þú ætti að vera bara já, hæ og hérna og svo segir vélminni allt sem auðvitað blöndu við þeirra. Já, ekki mig kóngurinu. Já, það einmitt það sem ég vil heyra. Þegar sonur minn kemur heim með einhverja, já, ég ætlaði bara að segja bíu eða bara hvað, vélmenni á kóngurinn. Já, leið að sé bara, heyrðu þetta að vera, já, Teddi að Matti að kynna þið fyrir hérna Kæró og þú heyri bara kóngurinn. Það rosalegt. Tindastóll og eitthvað. Tindastóll og eitthvað. Ég auðlesin. En þetta er það sem ég er umverulega heldsamt. Já, eru tilbúin í slúður? Sko, ég ætla að byrja á móla sem ég er mjög óánaði með og já, þetta svona ég fekk svona ægi þegar ég las þetta því að ég fílaði þess að þættir eru búin að horfa á þættina Mobland með Pierce Brosnan og Tom og Tom Hardy og Helen Mirren Tom er að hætta eða ekki, það er búin að reka hann eitthvað. Já, sko, já, það er búin að reka hann og það sem að skrýtna við þetta það er búin að reka Tom Hardy og Mobland út af rifrildi á setti við Helen Mirren. Já, ok, viltu að segja við Mirren? Já. Ég held að það var ekki hægt að rífast við Helen Mirren nema það og 90 ára gömur og alvöru legend hún var nú svo þreytt á því að Tom Hardy var alltaf að mæta alltaf seint á setti var unprofessional og var að lesa yfir honum sem var til þess að það var bara eitthvað bíf þarna rífast ekki, elskar kona það sko líka bara alvöru legend Helen Mirren já og svo hann náttúrulega líka legend ég veit það, þetta sorglega dæmi en Helen Mirren gaf út yfirlýsingu núna eftir þetta kom út að hún dyrkar hann og það mun aldrei hætta þannig hún svona, veist, er pínu leið yfir þessu en já, það er búið að reka Tom Hardy úr Mobland þannig að hann verður ekki í seríu 3 Ég hef ekki séð þess að þættinu Geðvíkir hann er geðvíkur í þeim En ég er búin að sjá bara svona í fréttir og kommentakerfum svona hans hér eiginlega Mobland sko Hann er langsvalast Þú veist, Pierce Brosnan er hann líka og það er mjög skrítið Pierce Brosnan, hann er írskur og það er verið að sko, hafa verið að láta hann heyra verið seríu 1 hvað hann léki írskan mann ítlóta hreimnum samt er hann frá Írlandi já. Það er mjög merkilegt Það var samt alveg góður í seríunni Sko heiminn hans er rosalega ískur Já, það var svakala Það var svona aðeins og ykt En samt geggjaður, ég fílaði hann í seríunni sko. Þannig að já, Tom Hardy okkar maður Helen Mirren Já, hver fyrir að rífast við Helen Mirren Það væri við statti samt að verðum byrja að rífast við Hver var íslenska, verðum að rífast við Já, Brettur Björgvins Bara Steindauti Björgvins Auðun Blöndal verður ekki í Júragarðinu 3 Því að hann reyfst við Eddu Björgvins Það væri svaka Reyndar væri það þá Steindi, það mætir alltaf seint á setti Nei, ég mæti ekki seint á sett En getur þetta verið rétt samt? Já Að því að sko málið það Ef þau tvö að rífast á fullu eitthvað Munduðu ekki alltaf vera köllubrenni herbyggi Leikstjórinn framlegandi bara guys Nú erum við bara að fara að bury the hatchet og halda áfram Er þetta nóg Það er pottitt búið að reyna Já, með þetta hljómar eins og að sé samt eitthvað þarna Hann var unprofessional á setti Nú, ég hef kallað nokkra móla hjá þér Ég ætla að kalla þetta að sé eitthvað Það er eitthvað meira Eitthvað aðeins meira Já, hann var bara unprofessional Þess vegna er hann rekin En að reyna við hann eða eitthvað svona Kannski er hann að mæta fullur Nei, hann er hættur að drekka Nú er það Það eru svo að Madonna, hún var að komast í slúðri hérna Því að hún var spurðið yfir hverju væru hennar bestu bólfélagar á ferlinu og með skrítin spurning Málið það, þú veist, styrka Madonnu sko og bara lítu upp til en bara hérna er ekki bara Mér finnst hlutabrifin aðeins á að lækka hún er alveg legend Hlutabrifin lækka leiðu út fann að vera, þú veist, hvað er þetta að nenna þessu að tala eitthvað hver er bestur í rúminu Nei, hún sagðist ekki ætla að tala neina sem eru lifandi en hún sagði að besti bólfélagin á ferlinu væri John F. Kennedy Jr. Sem er látin og var nú þættur hann daginn Þetta er rosalegt, þetta er stort Já, þetta er stort fyrir hann ef hann er að hlusta eitthvað Það er gaman ef hann er með topp 5 lista eða eitthvað Já, ég held að hún var náttúrulega með Rodman á sínum tíma Hún náttúrulega líka með honum hérna Hún var náttúrulega gift honum hérna Guy Ritchie Nei, hérna leikstjóra Guy Ritchie Og líka með honum hérna hinnum Ég held hún að var hún ekki með Danny DeVito Nei Jú Madonna og Danny DeVito Hún hefur verið Þegar Madonna voru upp á sitt besta Hún hefur bara verið með Danny DeVito Hún er nútíma kona Hún hefur verið bara að skoða markaðin Hvernig varst þú að tala hérna? Býtu Madonna Hann er með nefið Það er allir með nef Já, býtu, svolítið sérstætt nef Dead Man Walking Dead Man Walking Sean Penn, já, hún var gift honum Gift honum
Býtu, það getur ekki verið Steindi. Nei, ég hef ekki heilt Nei, býtu, það engin augljós eða fræg tenging milli sönguna Nei Auðvitað var hún ekkert með Danny DeVito með fyrstunni virðingur reynd snilling Það er rosalegt. Svo er það síðasta þetta er enda lélegasta slúðri í dag Þetta á góður pakki Já, frábær pakki. Scooter Brown hérna umbóðsmaður og Sydney Sweeney eru saman og þau eru ykkur viðtal að tala hvað eru hamingjusum ég nenni ekki þetta viðbjör Þú ert alltaf segðu okkur þetta Sydney Sweeney er sem sagt byrjuð með þú þekkir nú Sydney Sweeney betur en margir aðri. Ég er aðeins að fletta upp hérna kærustónum minnar Hún var með Tupac Það er Madonna. Það er power couple. Hann er dáinn, hann komst ekki á listan. Nei, hann talaði ekki um hann Nei, en hann, þau voru saman 93-95 Sean Penn, Rodman Ekki Danny DeVito Nei, mér myndi Danny DeVito Það meikar ekkit sens. Nei, ég segir það sko En já, Sydney Sweeney og Scooter Brown þau eru saman og hann er fyrrum umbóðsmaður Justin Bieber og þeir skildu í illu og eitthvað og fólk er eitthvað að rakka niður þetta samband og þetta skiptir engum máli. Herðu, þetta var slúðupakki dagsins, hann var í ruglinu þó ég segi sjálfur frá virkilega góður. Við að fara í auglýsingar sem við skuldum og svo er það top 10 listi frá Steinda sem er hvað? Turn-off, top 10 turn-off, þetta er bara fólk á að glósa og læra. Let's go. Það er þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 alveg sama til í allt 2 Friki Dór, Steindi Junior og Bent. Þetta fyrsta Bentinu og mæta á Akureyri Steindi. Það getur eftir verið tekið. Já, heldur betur og Pepsi Max. Hárið þetta eru Keiluhöllin og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 Blö hér á FM 9. Alveg brönd. Já, og sko náttúrulega Bent er að fara að mæta og er að fara að sko málið það, ég svo spenntur að sko Bent er sturlaður live. Þú veist að því að vita allir að hann er einna bestur uppurum bara frá upphafi og allt þetta en live er hann bara, það er eins og sett inn í stúdíum og þannig að ég er mjög peppaður að Bent sé með okkur alveg orka svo náttúrulega tökum við tekin einhver Steindalög við vorum að spája að fara alveg jafnvel bara svolítið djúpt og taka einhver Steindalög og bara fara, þetta vera stemningstónleikar sko. Það er ekkert annað í boði en við ætlum að fara í top 10 hjá Steinda og byrju þú varst með top 10 turn-off. Herðu, byrju, ég þarf að finna eitt núna Ertu að fara að googla þetta núna eða varst ekki eins og búin að undirbúið þetta? Jú, ég er með listan klára. Steindi með nýjan lið, hann googlar og lesa hann upp. Það er ekki verið með það. Herðu, byrju, en störlaða pælingar. Já, það er vinna. Er það ekki Google? Nei, ég fer inn á síður. Þetta semja þér? Nei, ég fer inn á síður og leita. Já, Google heitir það. Nei, það eru svona síður sem eru með þetta. Herru, drumroll. Er það ekki þú veist, hver fær mér fæ ég svona Akkur er ég ekki orðin áskrifandi á YouTube? Akkur er ég alltaf að hlusta á þessu auglýsingar? Ég er alveg aðalur þessu. En bara svo vitur að Steindi drumrolli þetta var ekkert að gera neitt rosalega mikið síðast. Jú, þetta gerir liðin. Drumroll please. Þannig að þegar ég fer í number 10 þá kemur drumroll. Ætlar að byrja á 1. Það byrja á 1. Hann gerir það alltaf. Ég byrja alltaf á 1 og já, rétt. Svo endar hann á sísta. En ég er í góðu skapi. Vilt að ég enda á í fyrsta? Nei, auðvitað. Já, ætti að vera þannig. Það er á að vera þannig. Já. Og ég prófa það. Prófa, það er bara sem allir gera. Það er svo störla að hera fyrsta. Ef þú ert með top 10 lista einhverju. Já. Ég held að sé enginn í heiminum sem byrjar á 1. Aldrei nokkuð mér hýrt það. Þess vegna er þetta líka virtu listi. Þetta er nei, fólk er gaman að heyra líka hvað er í 10. Er það? Ég myndi alltaf byrja En málið það, ef ég er að skoða eitthvað svona að gamni mínum bara sem ég gerir þetta ekki, en ef ég væri að því ef ég væri heima ef ég væri heima að googla bara top 10 lista og væri algjörlega að missa viti, skilur, ég væri bara heima að googla það og þá væri ég þá myndi ég ekki lesa öfugt, ég myndi alltaf lesa í réttri röð. Það myndir að byrja á 10 væntanlega. Nei, þú veist, ég myndi lesa Ef þú kæmi listi 10 vinsælustu lög allra tíma þá lestu náttúrulega bara það sem er efst. Nei, það kemur alltaf í réttri röð þegar þú myndir að googla það. Þá myndir að lesa í réttri röð. Ég myndi ekki lesa það uppbyttir. Hvernig byrja bara? Þið er alveg sama ákvörðu að byrja. Já, ég skal bara breyta til fyrir þig. Við skulum prófa það. Ég hef ekki mikla að trúa þig. Byrjum á 10. Það er líka, það er ótrúlegt að ég er búin að fá mikið, bara sjaldan fengið svona mikið sent. Ég er ekki ýkja neitt síðan þessi liðið byrjaði. Þá fæ ég endalist bara, byrja á 10. Herru, ég verði eiginlega að segja að því að við leynum engum fyrir hlustundum. Mér langar líka að segja hjá þetta að, nei,
Jú, ok, ég ætla ekki að segja neitt Það var að segja fór faceplantinu í kassinúnu Nei, ég ætla að, sko það átti að vera klef í dag Ok Við vorum búin að taka upp halvan klefa Já og ég var búin að gera mitt, við vorum í Facebook-grúpunni að ringja og svona herðu varst búin að sjá hvað gerist í Facebook-grúpunni og það er alltaf eitthvað svona og Steindi var með að vinna með eitthvað sem ég ætla ekki að fara út í við gerum það kannski næsta första við gátum alltaf ekki haldið áfram hana nema Steindi að tala við mann og hann er eitthvað svona, hvaða bull, hættu þessu bull eitthvað, nei ég er að segja það, þú veist búin að kíkja á þetta eitthvað hann bara, herru byttu, ég ætla að keyra þetta út í kant hann keiri út í kant og festi sig festist og Steindi bara, þú veist, fastur og hann bara, já, en byttu, hvað er að gerast hérna vel pyrraður og Steindi bara, já svo frísa eitthvað, já, nei, já þetta var ekki neitt, hvað er þetta bara eitthvað fíblaskapur það? Hann bara, já, nei, herru ég heyri þér, skellir á hann og ég bara, Steindi þú voru að segja honum allavega að hann er ekki í þessari Facebook-grúpu og þannig að hann líði ekki veist að nóðan sem búin að festa bíli sinn Steindi bara, það var að ringja og hvað, og segja honum þetta sem ég bara, auðvitað, voru að gera það bara, herru, beðast afsökunar og segja bara, er eitthvað sem við getum gert og bara hjálpa þér og við spilum þetta ekki sem við gerum við spilum þetta ekki Steindi ringir í hann, sætlunum, herru, þetta voru Öddi og Steindi segir bara mitt nafn á undan sætlunum, þetta er Öddi og Steindi hérna Steindi segir bara, hæ, þetta er Steindi, ég var að tala við þig hann bara, sæli, herru, þetta er Öddi og Steindi hérna Þetta er geðveikt Ekta Steindi, hendur mér undir rútun og undan sér í símdali sem hann tók Alltaf eðla panik hérna Þetta blessaðist en hann var maður að fara að hjálpa honum að draga hann við náðum svona En getur festið samt í júni hann kerði út á sand Það var sandhól Hörru, það skiptir ekki öllu En þetta blessaðist og allir vinnir Já, og eru ekki að spila Hörru, þá er það hérna á því að byrja tíunda Já, byrja tíunda Tíunda sæti við Turn Off Já Þetta er og bara svo ef einhver var að stilla núna þá var mesta Turn Off við hjamma ef að stelpur eru að veipa Geta ekki Og number one hjá hann er að reykja Það er Turn On Já, alveg smellur Og helst keðjur ekki Veistu hvað við, keðjur ekki þá ég við sko að þú varst á kveiki nýri með gömlu sko Þú varst ekki að nota kveikjara sko Heldur þú svona við uppið og eftir kveikja Hvað sér ég hérna, hvað er að frétta? Ok, þá ætlum ég að vera hreinstileg Ég myndi sjá stelpu sem að reykti og væri bara, ég myndi segja vákánu sæti eitthvað og væri að reykja hann myndi ekki, þú veist, hann myndi baka með alveg pínu og eitthvað reykinga litt og ekki ef ég myndi sjá hann að kveiki annari með hinni þá var ég bara, herðu, ok, ég er ekki bara að spjalla við þessa það er vesen heima það er bara þannig, það er vesen heima ég er að grápiða frúnum að byrja að reykja alveg og dag já, myndir þú vilja sjá Sigrún bara vera með vellu og kveiki næstu með annari réttu en þú veist einhver ókunnu á hóteli eitthvað og eitthvað svoleiðis, ég er að sjá það já, sko Svo er búin að gera það upp í rúmi liggi bæði og hún er að kveikja sér í annari þú veist, með annar í rúmi ég sé þetta alveg fyrir mig í öllum kvikmyndum þegar er eitthvað svona, þú veist, þú sérð þá liggja það með réttu en ekki að kveikja annari ég er að segja, á öllum kvikmyndum er svona að þú sérð einhver kona barnum, einhver gæi, skilur þá er það með síkó hún situr ekki bara barnum og horfir í lofti en það fannst mér það ekki Turn Off mér finnst Turn Off ég myndi sjá hann að kveiki annari með réttun sem hann heldur á barnum vera að kveikja hlæðilegt dæmi en það við tekið eftir að sígarettur eru sko það eru með comeback í kvikmyndum það voru teknar algjörlega út úr kvikmyndum og sjónvarpsþáttum í ykkur 10 ár sko mjög gaman að sjá það er mjög gaman að sjá hvað er tíundasæti? Já, tíundasæti það er svona virðingarleysi fyrir mörgum að virði ekki svona personal space þú veist, þegar það er einhver á pubnum og hvað segiru, herru, hvernig er þetta bara farðu meter frá mér þetta og talaðu við mig, skilur ekki vera ón í mér í þessari viðreynslu þú gæti nefnt fönöfni, ég ætla ekki að gera það nefndu þið bara út en þú veist hvað ég á við þetta er sko, ekki vera ón í manneskunni að reyna svona, hvað segir þú, hvað heitir þú þú veist skilur geðu smá space personal space Númer 9 stanslaus neikvæðni kvart yfir öllu nú er einn vinnur okkar kvart yfir öllu King Mike sjá aðeins að neikvæða í lífinu þetta list King Mike og sko þú vilt sko fólk vill það ekki og ég er alltaf ég er reyndar að elska þegar Mike er neikvæð en ég er svo sem ekki að reyna að sofa hjá en nú er ég líka að tala allt fólk skilur ég er ekki að spekla þetta sé þú veist í neikvæði í garð skilur einhvers þetta er bara allt fólk fíla þetta er top 10
bara, þú veist, fólk fílar þetta Já Þú nennir ekki ykkur neikvæðni 8. mesta turn-off við neikvæðni Nei, 9. 9. Þú veist, ef ykkur kæmi núna blöðvari singur, einhver að reyna við þig og myndi strax byrja bara þessi ríkisstjórn maður og þetta og hitt sko, þá verður bara hefðið En sko, ef ég væri á 4. og þetta er 8 plus þá myndi ég svo sem bara, þá myndi ég fara að taka undir þetta er hræðilegt maður Þetta er umrætt maður, þeir eru að stjórna borginni maður einmitt, viltu drikka Ég myndi ekki láta það stoppa En það er þetta í 8. Þetta er ekki það ofalega Þá er það 9. Nei, 7. Við erum í tómu rugli Þetta er það sem gerir í staðan fyrir að fara bara 1. og öðru 3. Já, þetta er flókið fyrir það Alltof Ok, 7. Tala illa fyrirverandi maka Já Fólk fílar það ekki Nei. Og þú veist, þú mætir og bara nýbúin að hitta manneskjunu að strax bara, fyrirverandi var fáið Það er red flag Já, þú nefnir ekki Þú kallar þetta rautt flagg Ég kallar þetta rautt flagg Já, þetta eru rauð Þannig snýðum alltaf, hei, hann segir stopp sko Já, þú segir bara stopp Þóttum væri nýbúin að drepi í okkveiki bara, sorry, gleymdu því Þú náðu mig með rettunum en þarna verði ég að stoppa Herðu, þá er það 7. Það er fjárhagslegt ábyrgðarleysi bara stanslaust eyðsla Hvað áttu við? Ég skil ekki alveg hvernig sérðu það Býtum ég skil samt ekki Þetta er einhver gauð sem er bara eitthvað stanslust Hei, það fyrir út að borða í hátteginu Þetta er bara smá bara The Round is on Batman held ég sko Þetta er smá bara, herru, hérna Eða, hvað ég væði og bara óþarfa eðsla Ég get nú bara staðfest að ég held að þetta sé bara ekki satt Það er alveg kveikt í Þetta er virtu listi, þetta er 7. sæti Já, þetta er áhört En hvað er það, bara heima og bara kaupa fulla á netinu Já, bara með stjórnlausa eðslu Þú ert alltaf að eða allir Það sé turn-off fyrir maka Já Hei, alltaf verður að koma bjall, alltaf búst eða eitthvað að koma alltaf eitthvað dinglar koma daginn, það er, ég komin hérna þetta er Shane, þetta er búst og þetta er Asos og þetta er allt þetta er bara turn-off 7. sæti þannig að þetta er alveg frekar ofal á lista myndi ég segja 5. sæti drengir, eru ekki alveg spenntir? Jú, við erum að vinna okkur upp vinna okkur niður þetta er rosalega og þetta á engan veginn ykkur ég get sagt ykkur strax skortur á metnaði eða drifkrafti þetta fíla fólk ekki þegar maki eða einhverja viðreynslur í gangi og það er bara metnaðarleysi í lífinu sko. Þetta er 5. Það er ekkert sem ég ber meiri virðingu fyrir en metnaðar þannig að það er alveg sama í hvaða fæ ég er kona sem væri bara, ég er bara hvað er það að vinna við? Ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera Já, ég er svona milli vinna Það getur nú alveg gerst Já, þetta getur milli vinna en þú veist, ég veit ekki alveg hvað ég vil gera við sjálfa mig og eitthvað svona Já, ef hún er búin að vera þar í 7 ár þá er það kannski verið smá 7 ár heldur mikið Þetta er ákveðt slistið, þú veist þetta Finnst það það? Já, þú veist, með það að fara niður Fólk er að vera helviti gott í lóki Fólk er líka að læra Það er nokkið glemma því Það er alltaf öðru í þessu listi, Ég held að vera eitthvað svona stockings og eitthvað En það er ekki törn Nei, ég er að segja, það væri eitthvað svoleiðis lík Gat og sokkabjöksur Ég held að vera eitthvað svoleiðis Það er bara metnaðarleysi Fjárhagslegt En það er stokk Búin að eyða miklu Þetta er hræðileg listi Þetta er raun og verið hræðileg Ef þú ert að stokka mannesku þá held ég að það komist ekki á törn Nei, hann var að tala um stockings sokkabjöksur Hann var ekki að tala um að stokka Góður maður Þetta er alveg Það er turn-off að segja stokka þig Er það turn-off? Já, bara hitt er, skilur, það er bara geta líka í sama við Fela sér til bílnum Gæður Gekkjaðu jakki sem út í hlakka til að sjá það á mánudag bara þetta er stolkar mér turn-off kíkir og kleinur hingur við erum komnir í þá 4. sæti já, ok, þetta er sko þetta er náttúrulega svolítið þetta er léleg samskiptatækni þú veist Já, ég meina hvernig, svo sem þetta bæti fyrir það þetta er ekki hann að skána listiðinu þetta er að lélega samskipti Fyrst mér á 1 Ég er að segja ykkur það er málið Fyrsta besta var eða nú 10 og 9 léleg samskiptatækni Já, en það sem, sko, þetta er ekki léleg samskipti ég er að miska, þetta er ekki þannig þetta er meira svona það sé lélegt wifi heima þér nei, þú veist að neita ræða vandamál og hérna nota þögn sem refsingu Fínu
silent treatment. Það er ekki turn off. Það er turn off. Mjög mikið turn off. Ok, þetta var 4. Og við erum Nú spyr ég þig hann með þessi gestur í þættinum. Er þetta turn off fyrir þig ef það er svona 4? Léleg samskiptatækni. Ég veit ekki hvernig ég svara þessi. Ég líka Það heldur ekkert á bakvið. Þetta er bara einhver setning sem er ekkert á bakvið. Léleg samskiptatækni, hvað er það? Það stendur hérna silent treatment eða neita ræða vandamál. Þetta er náttúrulega ekki svona kannski viðreynsla á barnum. Þetta er meira svona komin í samböndin. Já, þetta er hvað barnum. Þetta er svona blandaður listi. Léleg samskiptatækni. Reynir einhverja pýr. Akkur segir það mér ekki frá vandamál. Þetta er eitthvað, þessi listi er út allt. Já, hann er út allt. En þetta er, sko, ég er líka svolítið út allt. Þetta var ekki 4, sko. Þetta var 5. Ok, hvað þá er 4? Ok. Það er byrjuð, sko, maður séu 1, 2, 3. Hvað kannt ekki að lesa það? Já, núna erum við að fara í 4. seti. Þetta er rosalegt. Sjálfselska og hroki. Tala bara sjálfa sig, hlust ekki neitt. Það loksist þetta með eitthvað sem maður tengir við. Já, bara skilur Vona Mike sé ekki að hlusta. Mike okkar besti maður. Ok, býtu, hann er okkar besti maður. Þið vilja að hann sé ekki að skora háttanda minni? Nei, jú, en sko, býtu nú við. Tala bara sjálfa sig. Hann er flottasti maður. Þetta gildir í báður áttir. Þetta gildir bara alla. Ég held einhvern veginn samt að þessi listi væri meira svona einhver date listi. Já, ég líka. En ég veist að einhverjum En ég tengi meðan þetta sem svona besta tíma. Þetta gæti verið svona sambandslisti, sko. Með heyrist það. Já, þetta er góða listi. En höldum við ekki, en við höldum samt alveg áfram í þessu listi. Auðvitað, þú voru að klára listan. Já, vil ég fá instantly nýjan lista, date lista? Hvernig? Nei, klára þetta bara. Það ekki? Jú, hvað ertu rugg? Það var að 3. sæti. Instantly, date lista. Hvað ætlar að gera annar lista? Ok. Það er klára þetta. Það var að 3. sæti. Og það er það er stanslaus afbrýðisemi og stjórnsemi. Þú ert að lesa turn off yfir í sambandin. Það er bara, það er orðið staðfest. Það er bara staðfest. Þetta er turn off í sambandin. Það er sagt það í byrjunstindi, þá er þetta allt annað. En máli er að, sko, gerðurgrindin var ekki að taka það fram, sko. Nei. Þannig við komumst bara að því. Afbrýðisemi í sambandi, já. Það er turn off. Það er glatað. Ertu afbrýðisemi maður? Nei, bara 0. Ég hef bara sett mig þá reglu. Og þetta er svona, sko, að yfirheyra makan og reyna, sko, svona, hver á þetta? Hver á þetta? Herru, hvernig er þetta að vera að hitta? Hver er það? Af okkur 3 steindi væri þú líklegastu til að vera afbrýðisemi. Þá er ég ekki að tala um að setja svona. Ég skil þig, af því að ég er svona þannig típa. En ég er það ekki. Ég er ekki afbrýðisemi. Það er samt ekki að vera smá eitthvað. Þú eru ekki allir að vera smá Ég er bara, sko, í seinni tíð hefur mér fundist það bara ekkit skemmtilegt. Man fannst það eitthvað svolítið spennandi í gamla dag. Þetta er kannski 20-30. Já, Já, ég hef bara komið börn. Já, maður veit bara þetta er ekkit eitthvað. Bara do you maður. Já, you do you. Það er ógeðslega skrítið að vera með fullt af börnum og komin við ferst út að vera afbrýðisam. Við kannum að tala. Já, vera 55 ára eitthvað. Hver er þetta? Já, ég ætla bara að segja, ef einhver er í því, þá bara please, sko. En maður skilur þetta kannski meira með, þú veist, yngra fólki. Þú veist, ég myndi alveg skilja meira með það. Þetta er bara afbrýð sem er ekkit annað en óöryggi. Já, einmitt, þú veist, það er kannski gott að vera með svona smá reynslu. Það er smá viski á því hóttunum. Kannski, þú veist, par sem er búið saman í 2-3 ár eitthvað, já, hver er þetta? Ok, ekkert mál. Við erum búin svo lengi allir hérna. Hvað er í öðru sæti? Öðru sæti, það er dónaskapur við aðra. Koma illa fram við þjónustu fólk eða ókunna og sína skort á samhúð og virðingu. Samúð, ekki samhúð. Ég sagði samúð og ég sagði samúð, ekki þá eða silent en þetta er svona, þú veist, þetta er nummer 1, 2. Þetta er nummer 2. Þannig að þú veist, væri á veitingastað. Já, ef við mátum þetta, þá kannski situru með frunni á veitingastað og út í að smetla, hérna, halló, ég ætla að fá súpuna og þetta, eitthvað svona, eða þú ert í lúi. Ég get staðfest það sem, hvað segir maður, verti á stað, hérna, á fossinum, að Íslendingar eru mjög kurteis. Er það ekki? Jó. Það er bara alltaf sem ég hef aldrei séð neitt smetla. Nei.
Og alltaf bara takk hérlega Þannig En ég setur pustan, það er lagið ekki? Jó, að reyna að ná athygli það er Auðun að lift upp, sko, rétt upp hönd. Þetta er það sem við lærðum bara í barnaskóla, sko, að fá að tala. Bara, heyrðu, má ég fá að tala við einhvern? Sko, ég held þetta að væri andfíla og eitthvað svona Hvað er í fyrsta sæti? Í fyrsta sæti Er það ekki mesta törnófi, andfíla? Við byrjum nú við Það er svitalegt Fyrsta sæti býðið þið Þetta er spennandi Fyrsta sæti þá fer ég hérna á YouTube-in Var þetta langt? Já, Þetta bara að pása Það var að koma hérna Þú voru bara að stoppa þetta Kemur þetta aldrei? Þú spóla inn í þetta Þetta bara pása Það lítur að koma í lokin Þetta er bara drumról Það kom aldrei Ok, Hvað er fyrsta sæti? Það átt að koma Gerð þú bara Í fyrsta sæti, drengir, er lélegt persónulegt hreinlæti Það er líkt Það er hérna skortur á sturtuferðum hreinum fötum og allt þetta Þetta var bara, þið kölluðu þetta Þið kölluðu þetta algjörlega Herru, þetta var listinn maður Þetta var listinn maður Átt að vera aðeins og þessi Þetta endaði að vera meira svona sambandslist Þetta fekk okkur til að spjalla Fekk okkur til að spjalla og velta steinum Og gott fyrir fólk sem er að hlusta, sem er í sambandi En ég ætla bara að segja ykkur eitt núna, ég finn það Ég ætla að halda áfram bara með að vera alltaf við, byrja fyrsta á endi Ég held að þetta er að halda það Ég held það líka Þetta var eiginlega hálf Það var ekki það sem að Byrjaði vel, enda illa Já, þetta var svona, þannig sko Herru, við töluðum áðan að Ágúst Bent var eitt besti rappari landsins, drengir Þetta verður tekið á Akureyravelli FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CBD Reykjavík. Það eru Bliss Zero og CBD Reykjavík sem fær ykkur FM 95 Blö hér á FM 957. Það er Auðun Blöndal, Steindi Junior og Hjammin sem er með okkur hér í Fjarveru Gilsa sem er á leiðinni heim frá Ítalíu. Gott að hafa Hjammin. Svakar. Þú, ég ætla að gefa þér það Hjammin. Þú ert með mjög þægilega nærri. Já, þið líka svakar. Rosalega gott að vera hérna. Gott að vera í kringu þig. Góður hópur. En þess vegna ætlum við líka að fara núna í lið sem að ég kýsa að kalla kynnast Hjamma. Því að ég sagði í byrjun þáttar að skrítið að hendi ykkur í þekkið ekki því að þið þekkist ekki það vel það þurfa að vera búin að þekkast alltaf ævi sko. Já, svona allavega síðustu ár og ég ákvað að velja bara svona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bestu spurningarnar eða svona, ekkert bestu en svona spurningar sem hafa komið í þekkið ekki þannig að þú ert í raun að fara að svara þekkið ekki spurningum og við og hlustendur að fara að kynast þig betur ekki? Fyrsta spurning, hvað vildur þú verða þegar þú erið stór hjá mig? Ég ætlaði að vera atvinnumæður í fótbolta og ég eiginlega, þetta er ekkert grín og ég hef sagt áður, Steindi Þú varst að spila mútið gera góða Sorry, ég hló, varstu góður í fótbolta? Nei, ég var ekki nálægt til að vera atvinnumæður í fótbolta Náður þau ekkert að leiki efstu? Já, nei, þrið og fjórðu Þú varst fullorinn að spila? Já, fullorinn að spila Ég get alveg sagt ykkur eitt, svona kjárnætti sem það er ég gaf upp drauminn að vera atvinnumæður í fótbolta 35-36 ára Ég var bara þetta er alveg líkalegt og ég var alveg að hugsa, getur verið að ég sé eitthvað þú veist bara smá greindarskertur eða eitthvað ég var alveg heil lengi bara já nú gef ég þetta En fannst þér þú betri en þú varst? Já Það er þannig, þú veist það núna Ég var með svolítið svona auðvita Er menn ekki að gefa þetta upp bara svona fljótlega til 20? Jú, flesti gera það 18-19 ára átt að sjá því þetta er ekki að vera atvinnum minn ég var 35-36 og var ekki snæð Ég var alltaf með þess að Rikki hann Roger Mía muni eftir Roger Mía sem var í Kamerún sem var settur inn á fórsetunum fertugur eitthvað 38 ára þannig að ég var alltaf með svona draum einhvern veginn að ég myndi einhvern veginn ná þessu Samt bara búin að spila í 3. deild á Íslandi 3. og 4. Hvaða stöðuspilar? Ég var svona djúpa miðmar og Hvar lág styrkleikin sem fótbolta? Ég var heldur góður taklari og góður í skallaðum og ég elskaði að vera inn thick of it Já, varst harður Ég var harður og ég hugsaði ég get alveg farið áfram í því Skiljið hvað við? Þú ert alveg allir svona harður Svona getur verið góður í hóðinu Já, alveg svona að vera svolítið í þessu Hvað er svona, mér finnst þetta mjög áhugavert Hvað er svona hápunkturinn á ferlinu? Hvað ertu best? Fótboltar Sorry, það var aldrei hápunktur Það var grótt að ég fekk þetta kallanda frá Lalla Það sem hann segir við mig kalla á æfingu í apríl Lalli Greta, sköllótti, þú veist hvernig þetta er Hann segir Hjálmar, verður þú til í að vera varafrýrlið Gróttu Já, það var alveg svolítið stórt Og í hvað deildi það? Það var í 23 í 4. eða 3. og það var alveg svolítið stórt Ok En það var sko að þú hafi verið
spila 23 það samt alveg frekar stórt sko því að flest allir eru hættir þá sko málið það, ég var hættur í 6 ár og tek svo skóna fram aftur þá hefur við verið góð Nei, ég gat alveg smá en ég var ekki því miður ég hefði aldrei getið verið aðtur ég átti að maður En þú varst betri en flestir Já, betri en mjög margir Greinilega ekki En sko, ef þú ert kallaði 23 inn í lið, bara Gróttu þá varstu alveg að Grótta spila var þá satt í þriði En ok, betri en margir Við getum sagt það, betri en margir Draumurinn er búinn Herru, þá er næsta spurning Hversu blautur ertu á skalanum 1-10? Áfengis Já, þessi er nú komið hérna hjá okkur í þekki Já, sko, málið það, ég er ekkit blautur Við þekkjum það nú bara sjálfur úr sem geira Við erum alltaf vinnandi á föstu á lögðskvöldum Þannig ég er ekkit að detti á mándum Það þýðir ekkit Þannig ég er bara mjög lítið En ég gríp tækið fyrir það gefst Hvað myndir þú gefa það þá 1-10? 4 En eftir heimasötrari? Nei, bara 0 Bara aldrei Og opnar ekki rauðvín Aldrei Og bara aldrei bjór eða neitt heima Ég er bara eins og núna Ég fæ mér einn með ykkur Túborg Light komin hérna Og bara nýti ég tækið Auðvitað En þú ert fjarkið þar Ég fjarki Ok, þá spyr ég, þú sagðir hérna að vera í fótbolta Í hvað íþróttum ertu bestur og getur þú nefnt með 3 íþróttir sem að þú myndir pottitt vinna steinda í? Já, ég myndi segja alltaf fótbolta, one on one Alltaf, sorry steindi, ég held að þú bara, þú veist, það sé bara þannig Þó sem munum miklu á okkur Ég bara, tekið okkar sann Já, tennis Ég er alveg fára, ég er það góður í tennis Ég átti vandra með að finna einhver til að spila við Heilengi Ég er bara ekki vissum að ég hef farið í tennis Þá myndi að vinna þig Já Svo er einu íþrótt sem er alveg svona Ég væri alveg til að testa mig við þig Og það var í karvan Ég veit, þú ert smá körfukall Er það snart? Sko Þannig þú myndi vinna hann í körfu? One on one, ég held meira að ég gæti unni Gunnar Birgis í körfu Ég hef fullur vinningu verið þér, Auðun Ég veit, ég var náttúrulega nýkomin og 4 daga mökkferð Ég var búinn eftir sko 5 mínútur Ég er ágættur í körfunni þegar maður fyrir 21 eða potlokk og svona En ég er ekki, ég er að spila one on one En með og baki þyrft að vera í lagi Já, er það ekki í lagi núna? Alls ekki Nei. Ok, þá er það næsta Hver er þín helsta þýkn hjá mig? Já, það er nokkra maður, wow Ertu fíkill? Já, ég er mikil fíkill Ég myndi að segja ætla verið ekki að segja það sé gamble Já, við erum nú svolítið þar Og svo er maður svona eiginlega í seinni til líka pínlítið svona, maður hefur verið þessi súkkulaði Sigurfíkil Já, keira sér í gangi einhvern veginn og ég skal viðurkenna það Ekki nikotín? Nei, aldrei Ég er aldrei reykt Lausir það Vel gert Þá er það þessi við komum hérna í þekki ekki uppáhaldstelling Uppáhaldstelling sko Þetta er náttúrulega óþægileg spurning Já, en maður hefur nú svo sem farið í gegnum það nokkrar í gennum tíðina Já Þetta er bara eins og tókst fram á það Við ætla bara Ég veit að þið finnst óþægilt að heyra mér núna að fara að svara þessu Hjamma finnst þetta ekki óþægilegt Ég held að honum finnst þetta óþægilega en mér Ég steindir að reyna að gera óþægilegt Mér fannst þetta hrikalega óþægileg spurning Ég ætla að segja, maður er klassísku doggykall Ég hef alltaf reynt að enda þar Þá er það Talandi listana Hún var nú í fyrsta sæti Trúbóðin í öðru Já, trúbóðin alltaf góður Hvað er Það er verið þegar maður er aðeins og þungur þá vill maður vera aftan Hérna Hvað er ég að spila Ég ætla ekki að gott að steinda fyrir stóðan þetta Hann var ekki að svara Ég er að svita Nei, þetta er bara eins og þetta Sko, kynlíf hjá steinda er ennþá svolítið tapu Nei Herðu, hvað er your spirit animal? Hvaða dýr tengir þið við? Vá, þetta er, ég ætla að segja Þá er ég ekki að tala um útlit, ég er að tala um svona hvað dýr tengir við Já, bara svona tengi við bara kraftin og allt þetta Já, spirit animal Sko, flesti myndi segja ljónið Að ljónið er? Nei, ég segja krókudílinn Já Og svona, kemur hægt Grimmur Já, svo allt í hennu Þú veist, bara mættur Fólk býst ekki við Nei, býst ekki við neinu Svo allt í hennu bara er í komin Við geirum maður, þetta er svar Þetta er svar Mjög gott svar Ef þú verið bíl, nú ertu nú búin að vera mikið í kringu bíla Hvaða bíl ertu? Sko, í dag er ég Volvo Út safe Já Örugur Í dag er ég að verða svolítið Volvo Alltaf ekki Volvo að gera einhverja bíla sem væri með einhverju 300 loftpúðum Þú getur náttúrulega ekki dáið því Já, þeir eru reyndar framlega þannig bíla Þeir eru framlega öryggi fyrst Þannig ég er svolítið öryggi fyrst núna í dag En ég held ég hafi verið svona setni árum á þess að vera, ég var ekkert eitthvað rock'n'roll En ég var Mustang Þú
Þú varst Mustang Volvo í dag Ég var aldrei Ford Fusion Þú verður að eignast Mustang Já, pappi sagði þetta Hann keypti Mustang 2007 Hann sagði ég verð bara einu svona ef hann eiga Mustang maður þyrfti þá að eiga bara svona rauðan gamla bara alveg gamla En ertu með bíladellu? Nei, ég er það ekki Nei. Það var að síðustu tær og það er bæði svona 1-10 Hversu svalur finnst þér þú á skalanum 1-10? Sko, ég er náttúrulega á alveg erfitt með mig oft þegar ég horfa á mig í liftu Það er eitthvað liftuljós og svona sem mér finnst ég bara eitthvað Það er erfitt með að þú er svo svalur? Já, ég er bara eitthvað svona what the hell Og er fólk ekki að sjá mig eins og ég er að sjá mig Það er ekki lendið í þessu Vera bara eitthvað inn á baði og eitthvað Það er eitthvað ákveðin lýsing Og þú er bara what the hell Ég myndi alltaf líta út eins og ég líti út á speglunum og hérna á klósettinu á fossinum Þannig byrta, þá var ég mjög hamingjusamur maður Ég tengi nefnilega ekki nóg mikið þetta Ég var að fara á Ólísum daginn og ég speglaðist í rúðuna árum opnaðist og ég lappaði inn svona og var að ná bara í gaskút og var að lappa þetta inn og ég sá mig í svona speglum og ég var bara fuck Þetta er ekki sáttur Nei, alls ekki sáttur Hjá mér alveg fokkan svo sáttur Mér leið bara eins og ég væri bara svona bara orðin pabbi minn Já Þú veist bara því að þú veist hann er náttúrulega skilur bara 67 ára gamall og ég sá mig alveg bara svona ok, þetta er bara Nú þarf ég aðeins að taka upp hanska fyrir Íslandi því ég er ofta að stríða Mér finnst þú eldast eins og rauðin Mér finnst þú 10 sem svalar í dag heldur þú varst fyrir 10 árin Ég veit ekki maður Það er bara þannig En hvað segir þú 1-10? Mér finnst ég vera alveg óbáslega svalur Hvað er það, 9? Nei, ég sé 8 bara 8 Stay humble Þá er það síðasta, hversu myndalegur ertu á skalanum 1-10? Sko það er að sama ég á bara oft var ég sérstaklega strákar áður ég fekk kannski athygli svona að vera eitthvað frægur geðsræðberi eitthvað slags þá var ég var samt hissa þegar ég var ekki frægur hvað ég fekk litla athygli frá kvenþjóðinni ég var alveg bara what the hell ég skildi þetta ekki Var það lítið? Já, það bara nánast ekki neitt þú veist, ég ekki að segja það er ekki nánast ekki neitt Þú kynntist konu ég er að segja það En þú veist, á bara svona góðum deg ég var ekki eitthvað þýð eitthvað En sko, bara hjá minn á besta deg bara á leiðin ykkur þú bara dressað komin í jakkaföt þú ert í liftunni á leiðin Ertu svalastur í leðujakka? Nei, ég hef ekki átt leðujakka í mörg ár sko Við ættum allir eignast leðu Já, en þá, þú veist, maður ásamt alltaf að finnast maður vera myndalöstur þú átt bara alltaf að vera með þá orku og svo áttu bara alltaf að vera jafn hissa what the hell þú kemur einn heim sko Þannig að það er 8 það líka Ég held segja það 8 Þá er það síðasta og þetta er spurning sem að mér finnst áhugaverð og hún er verið í hérna myndur fyrir cash Ég hef spurt nokkra þessu Ef þú fengir, hvað ertu hár núna? 1,85 1,85 Ef þú fengir 10 milljónir fyrir hvert sentimeter sem er tekin að þér hvað myndur þú taka marga sentimeter af? Þessi er frábær Já, þessi er góð Þú veist 1,85 En ok, 10 milljónir auðun Ég meina þú fæði 50 og fennir 1,80 Já Það er 10 milljónir Já Þetta er alveg uppæð Þetta er enda, ok Og ég meina, hvar myndur þú vera bara Steindi fór nýri 1,53 minni með og sótti sér einhverja alvöru Hvað ert þú hár, Steindi? Ég er 1,78 Já, ok En málið er að sko, Þú berða vel Mér fannst það bara ekkert aðtúavert sko Ég tekið 70 milljónir Þannig að færi nýri 1,78 Ég ætla að segja 60 Það er 10 milljónir meira en 50 Já Og 1,79 1,79 Það verður jafn hár og ég Ég er að segja það Þið byrja þetta vel Já, ég gera 1,79 60 miljóns En svo fyrir við allir að minka Við minkum allir Eftir 45 ára aldur er að sentimetra af Ég hef aldrei séð að gerast En Steindi vil meina það séð að gerast Þetta var kynnast hjamma Þetta var svona pínu þekkið ekki En bara hjammi með hot seat Og hjammi þú komst bara mjög vel frá þessu Já, og mér fannst þetta Ég á sammála öllu Já, doggiðinu líka Því að þú sagðir á hlið á sín tíma Ertu doggikall? Látt ekki svona En áttan í sval, þú veist hann Svalur það er alltaf Já, ég er sammála þessum En við erum að spila hér lög með listamennu sem verða með okkur Akureyri laugardaginn 1. ágúst Akureyri völlur Stadium F95 Blö og The Queen Ragga Gísla verður þar og ég get lofað ykkur þetta lag verður tekið á Akureyri velli Það held ég þeirra að hlusta hér á F95 Blö á FM 957 Sisi það verður tekið á Akureyri velli Hversu mikil góðsögn er Ragga Gísla Þetta verður sturla En talandi töffara að því að hjá minn er 8 og ég sammála því og allt þetta Ragga, er það ekki 10 og bara hefur alltaf verið 10 og verður alltaf 10? Það er 9-5 lágmark Ég meina, þú veist, það er einhver, getur þú sagt mig bara, getur þú bent mér á einhvern svalari? Nei Ekki fljótu, nei Það er bara þannig Hann reyndar einn að koma hérna eftir sem er nú helviti svalur líka Daniel Ágúst Já, reyndar Hann er ekki langt frá 10 Nei, það er rétt
En já, það hins vegar komið að Hjamma, hann fekk 1 heimaverkefni fyrir þáttinn og það var kortmyndur frekar. Já, það var svona þægilegt, það var ekki með meira en þessu sinni. Já, og það eru 3 spurningar. Já. Og ert þú tilbúin, Hjálmar? Ég ready, sko málega það, ég eiginlega breytti þessu pínlítið svona rétt á núna og því þú varst í svolítið sambandsþemminu. Já. Mér langar svolítið að þessi sambands svona þema. Já. Ok. Þannig eru þið tilbúinir? Já, er þetta kortmyndur frekar í sambandi þá? Veist, þetta er þemað. Já. Þema. Og þið verður að, þú veist, diskutera þetta líka. Já. Er þið tilbúinir? Ok, hvort myndur þið frekar vilja vita allt sem makið þinn er falið fyrir þér eða makinn viti allt sem þú hefur falið? Þetta er góð spurning, maður. Sko, þessi er erfið, þetta er bara með betri spurningu sem við verðum hérna lengi. Já, þessi er góð. Ég hugsa alveg þessi er svolítið svona reynir á mann. Já, hvort að hún myndi vita allt eða ég vissi allt. Er þetta flippa coin bara? Ég held að væri betra að ég myndi vita allt. Já, ég held að líka. Ég bara leið og segir það. Það held ég bara hárið rétt fyrir þér. Já. Ég held að væri bara betra að vera samband okkur. Já, ég held bara þú tekur það bara. Já. Ég tek þetta bara á mig. Tekur þetta á kassan. Það fara einhvern veginn á mig. Ok, orðað þannig, þá erum við alltaf pottið áfram saman. Ég er að segja það. Þú byrgir það bara inn í þig og svo bara kingir þessu. Já, erum við ekki svona menn sem tökum þetta á kassan? Jú, ég hugsa þetta þegar ég gerði þetta. Það hugsa ég tek þetta bara. Það er fyrir að hún sé að böglast með eitthvað. Já. Hvað? Ekki það. Var þetta 8 raunkast sem ástæðna? Maður takir þetta á kassan en svo Þær myndur reyndar alveg takir þetta á kassan líka. Ég held að viti nú flest. En væri mann ekki líka bara alveg saman sem væri mann ekki, hvað myndi að horfa á eitthvað? Þetta var svona uppbytt. Bara áfram, góð spurning. Þetta svo fekk við aðeins til að hugsa. Já. Sko, svo er ein hérna og þessi kemur eiginlega frá einu félagi mínum og hann sagði sko, þetta er sérst hvort myndur frekar vilja vera þurfa alltaf að þurrka þér í handklæði sem væri bara í laugum eða bara í sundlegunum. Þú bara þyrftir alltaf að þurfa að fara í sturtu eða hvað sem er, þyrftir alltaf að þurrka þér í handklæði. Sama handklæði sem myndi bara vera þar. Og er þetta lítið handklæði? Já, þetta er bara lítið handklæði, bara svona svo þarfst alltaf að koma og þurrka þér í. Já, bara ef ég fyrir sturtu heima fara heima, þá kemur blöytur og þurrkar þannig. Já, ég sko, það er eitt að leiðast ég gerir bara í lífinu er að þurrka mér eftir sturtu. Veist það, það er ángríns, það er að verða að leiðast ég veit Já, það er aðeins. Nei, það er bara, ég er alveg sammálaður. Ég er farin að taka stundum líka bara, bara svona rétt, svona þerra mér bara eitthvað. Seta bara utan um mig og svo fer ég bara svona aðeins og leifir þau bara þotna. Já, ég bara erdræja mig sko. Bara svo kúpa gúrning í. Já, svo fer ég bara aðeins út að bara kíkja aðeins út og bara aðeins að leifa þessu. Ég nenni ekki þessu einhvern veginn. Þetta tekur svona 15 sekundur að þurrka sér. Samt eitthvað svo þreytt. Ekki er hárið að þvælast fyrir þér hérna eins og mér. Ég er líka bara orðin þannig, ég fer í sturtu á hverjum degi, stundum 2 ára á dag. Og ég er bara geggjaður. Takk eins og rosalega reyn, náðið mjög mjög. Ég er reynlið. Ég munið listan. Þetta var nummer 1 í tölunum. Þannig er ég bara, þú veist, ég er bara svo þreyttur að fara í sturt. Ég er alveg að brjála. Ég sko málega, sturtan er ekkit vesinn. Það sem er leiðilegast í þessu eftir og er að þú þarft að skafa glerið. En byrju, hvað var spurning? Ég er ekki að skafa. Þurrka sér alltaf niður frá. Þurrka sér alltaf við þetta handklæði. Eða aldrei sofa með hrein rúmföt á hótelum ennendis. Ég tæki hérna hitt sko. Það er allir sem geta að fara í handklæðið. Já, það er allir sem geta að fara í handklæðið. Handklæðið er bara niður í sundleik. Þannig að þú ert að fara bara í handklæðið sem allir að fara í. Ok, þá tæki ég frekar útlöndin. Maður fer sjaldan til útlanda með að vera í sturtu. Þú væri að koma inn á hótel. Ef við skal ekki gera ógest. Það væri ykkur ég og Blöð vorum í Póllandi núna dag og veistlustýra þetta í Höld. Já, heldur betur. Og frábær ferð og gaman hefur okkur. Segir maður ekki Heldi? Heldi. Er það? Veistlustýra fyrirtækinu Höldur? Já, en við vorum hjá fyrirtækinu Höldur. En við vorum að veistlustýra hjá Heldi. Ég er ekki viss. Það skiptir ekki, við erum í útvarpinu. Við erum ekki verið að passa okkur á þessum. Fólk finnur hvað við erum villisir. En hérna, sko, þar svaf ég bara í fötunum í 3 nætt. Ég fór aldrei svo þreyttur, hann fór aldrei í fötunum. Ég fór aldrei undir sængina. Ótrúlegt. Það segir mig líka að þú er ekki busta. Já Tókst ekki af lakið og fórst undir? Nei. Ok, þetta er Ég fór bara að segja nákvæmlega hvernig það var. Ég kem bara inn, fyrir á klósti, busta og pissa og svona því ég sé rúmið þá svona hoppa ég svona já, býttu, ég að segja alveg dags og hoppa svona, tek svona síman kíkja aðeins, fyrir að skrolla bara svona, kíkja aðeins á grammið eitthvað svona og svo bara vaknaði þetta eftir
Ég má ekkert svona, ef ég Þetta eru 3 nætur Þetta gerist 3 í röð Ég er þetta alveg steikt Þetta er galið. Ég var að segja með blöð líka alltaf daginn eftir ég bara sopnaði bara upp á rúmur ég bara komst ekki eins og upp í rúm ég var svo þreytt það, ég er alveg búin að með En ég tæki frekar hótelið þarna. Já, nei, jú Annars er ég fara hverjum degi að þurrka mig með hanglaði frá þessum öðrum. Gammal brundkall sem er búin að vera hann undan þér eitthvað allt í lakkinu eitthvað og þú ert að toga því ég ætti erut með þetta En June fer bara ekki undir sæng á þessum hótelum það skiptir einhver máli Þetta er rosalegt Þegar mér er þetta ekkert mál Hvað er þriðja og síðasta? Þetta er svo svakara listi sko Ok, aftur, sambönd Hvort myndir þú frekar að maki þinn héldi framhjóðir og segði þeirra strax eða aldrei myndi segja þér það Aldrei segja Sleppti ég bara að segja Já, maður komin á þann aldur Ég myndi frekar bara ásleppti Já, sleppti að segja frá þessu Ég myndi ekki vilja vita details Hvað var ekki? Hvað heldur að ég nefnilega fara að standa í ykkur skillaði nú? Já, það er þetta Þetta er bara take that shit to the grave Þetta var Fortnöndurinn frekar hjá Hjamma Við skuldum auglýsingar svo og eftir spurningkefni Gilsarans sem við fengum senda frá Ítalíu Já, hún mætti samt maður og íbast Já, og randir gestir á liðninga í stúdíu en fáum auglýsingar fyrst Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 957 Þetta er St. Pete með lagi Superman Þetta verður tekið laugardaginn 1. ágúst á Akureyrar velli en það er hins vegar 2 mánuðir það vill svo skemmtilega til að það er aðeins 1 dagur í risa tónleika í Laugardalshöll og við erum konum með 2 snillinga hinga Rándýra gesti Já, þeir verða ekkert mikið dýrar og talandi um að Hjammi væri 8 af 10 hversu svalur hann er en hér eru þeir Birgir Þórarinsson og Daniel Ágúst sem að Þetta eru 10 Gus, já, er þetta ekki 10 drengir? Hversu svalur eru þeir á skalanum 1-10? Heiðarlegir 10 Já, Biggi Ég hef sko aldrei verið að vinna með þetta koncept Það varstu 10 Að gefa reyngur Hvort ég er kúla því að ég var náttúrulega bara nörd þannig að það var mjög snemma sem að mér var ljóst að þetta væri eitthvað vettvangur sem ég get ekki hasla mér eitthvað verulegt rými þannig að ég fór bara að vinna með aðra hluti Nördarnir eru salast og leiði bara fólki sjálfu að setja einhvern á mig en ég er ekki að vinna með þetta Þá gefur þeir 10 Já, ég ætla að gefa þér 10 Hvað, fæ ég þá 0? Nei, þú var 10 Já, nú bara Ég vinst finna á sko því bara útgangurinn á mér er þannig að þú veist það er augljóst að ég er ekki að vinna með kúlið Já, ég myndi segja að við erum bara með 2 svölustum en hans Sko, risa tónleikar á morgun Laugardalshöll, Gus Dansparti ásins Já, þetta er sko, það tók sig upp gammalt reif Já Já, þannig að það er í raun og veru það sem að sko við fórum í eftir Mobile Home plötuna það er að fara eins í 90s og reyna að ná í eitthvað svona reif og við ætlum svona eins að svona vinna með það á morgun þannig að það verður svona Reifið með comeback Já, það verður svona aðeins tóna niður svona eitthvað svona andakt og eitthvað svona verður eitthvað ótrúlega emotional einhvern veginn svona niðri að kanna sko dýpi heldur að það verður meira bara bíti fær bara alltaf að ganga Já, það er læti og svo koma bara svona syndabomburinn á milli og breykin eru þá þannig að þau eru bara svona rétt þess að fólk geti andað á þannig að því er dregt aftur í reiði Þetta var það geðið Við gætum bara að loka þessi viðtal og sagt bara farið með text.is Þetta er stórkostlegt, ég er reifkall Þetta er svalasta lýsing sem ég hef heyrt á tónleikum á æðinu Ég sá reifið með, ég sá að Björkara hendi reif bara í Hafnarfirði núna í ágúst og bara það reifið er komið sko Það er líka reifið í 90s Það var geðvegt Hvað er hérna, Gus, hvað er þið búin að vera lengi starfandi? 30 ár bara síðan ég mann eftir mér held ég Já, 30 ár og bara alltaf samastemmingin Nei, bara alls ekki bara mjög breytileg stemming en alltaf sko vilji í gegnum hvað sem er að gera eitthvað svona tónli sem að svona rífu gat á veruleikan Er besta stemningin alltaf fyrir fólk sem er hægt að rífa gat á veruleikan sumir eru bara alveg fastir í Fóksinn Já, veist sko En er besta stemningin núna? Besta stemningin í bandinu, hún er bara Já, sko, Margrét er svo mikið indi Fyrsta manneskjan sem elskar að túra Já, mitt Fílið þið ekki að túra? Ég fíla alveg, en bara ég þarf að fara í svona mót þar sem ég er svona ok, ég er á flugvelli, það er ömulegt ok, ég er í bíl að kæra hótelið, það er ömulegt
Ég á hótelinu, það ömurlegt. En ég ætla bara að einbeita mér að því að, þú veist, ég ætla ekki að taka þetta inn, heldur ég bara að mindsetta mig að þegar ég gerir tónleikana, þá gaman. Daniel, ert þú eins þarna? Finnst þér leiðilegt að ferðast? Ég því líka unaði að ferðast. Ég er góður ferðamaður. Já, góður ferðafélagi. Það er ekki byggi. Þú ert í fíling á vellinum og í fíling á bíl. Ég veit að þú horfir samt sem aður bara svo að sannleikurinn sé hérna bara á borðinu og í glösunum sem þau eru með hérna raði í kringum einhver brotin á kappanum það að hann horfir samt fyrir miklum öfundar á augum á mig þegar ég sofandi í flugvélinni og hann getur ekki sofið. Það eitthvað, ég kannast við það, Steindis hefur verið vel, ég get ekki, sko. Já, og mér líður vel í fluginu, sko. Já, þetta er ákveðin þjáning sem maður fer í gegnum ef maður getur ekki sofnað. En þá bara að gera að vera bara í núinu og njóta augnabliksins. Hella í sig. Og hella svolítið í sig. Taka nokkra og á það þreytist maður, sofna fyrir upp á hóteli. Já, það er alltaf reglan. Taka 2-3, fara svo í flugi, sofa í 2. En að því þú sagði þér að hérna, það er gaman að skemmta fyrir fólk sem er ekki í kassanum og lifir sig inn í tónleikan ykkar. Eigið gigg þar sem að þið eru fengnir og bara hugsið strax, þetta er ekki rétt að kráti sem á að vera bara perlu fyrir svín. Það liða á ekki skilið guðskursinn á þessari ásáttíð kannski. Nei, samt ekki sko. Nei, ég held að allir eigi það til að geta sko vilja aðeins láta rífa svo úr samhengi sko. Í smá stund. Og þannig verður það á morgun. Þannig ég hef bara trú á því þannig til giggið er búið og þegar það er búið þá er alveg pointless að pæla í því sko. Já, það er bara næsta gigg. Já, en talandi svona risatónleika, bara eins og morgun, þeir eru í höllinni. Eru þið það, sko, þið eru svona 10.000 svona svalari heldur en til dæmis við hérna á sviði, það verður að viðkennast. Ég myndi nú ekki segja það, mér finnst þið fyrir eitthvað cool í eigum sko. Ég tók það. En svo eins og ég segi, ég er ekki að vinna með cool þannig ég veit ekki. En sko þið komist upp með dansa og hreyfingar sem bara aðrir komast ekki upp með. Eru þið eitthvað að fylgjast með hvernig sal, eru þið ykkar eigin heimi á svona giggi eða eru það að fylgjast með bara salnum? Ég held að við séum alveg gjörsamlega í okkar eigin heimi. Er það ekki? Jú. En maður finnur náttúrulega alltaf sko, finnur orkuna kannski frá fyrir orkunni, já. En maður getur fundið hana bara með lokuð augun og bara með opið hjarta sko. Þannig að þú þarft ekki að vera að hóla í sal, þú finnur bara orkuna. Maður heyrir það alltaf á svona, þú veist, á milli laga. Hvernig fólk fagnar yfirleitt eða alltaf. En það er svona hvernig svona bylgjumunstrið í því þá getur maður svona aðeins lesið hvort að fólk er að fíla þetta ekki sko. En annars er ég náttúrulega bara með eitthvað dót fyrir framvið sem að ég bara og í fullu fangi með bara operetta svo þetta rulli þannig að ég hef rosalega lítið tíma til að vera mikka stelpu þannig að maður kannski bara eftir gig sko það fagnar bara með kæristunum sinni með það verður að geða ekki gesti með ykkur. Já. Högnin. Okkar besti maður Birnirinn. Og svo Birnir, já. Við erum með Leini nú með Birni. Aha. Já. Býtu. Sko, hann er náttúrulega, við gerum og svo er hann náttúrulega syngið nýja reiflægin okkar, svona Walk Away með Margréti. Já. Og svo ætlum við að taka eitt svona bónus. Já, ok. Vá. Þriðja. Bónusreif. Já. Við erum að taka eitt lag af plötuna síðustu þannig að dyrnar og ætlum að jazzað upp. Gussað upp. Nei, ekki jazz. Gussa. Reifa. En eitthvað talað sko þú segir að hérna áhorfendur fagna sem ég veit að eftir hvert lag en eitthvað lag svona sem að eitthvað lag sem að verður meira power eftir heldur en önnur eitthvað svona lag sem þið vitið bara ok þetta hvað svona ykkar stærsta lag ef ég má spyrja Okkar stærsta lag mætti segja að sé Over það er allir voða glaðir að dansa við það og Arabian Horse og svo Hægir held ég komið þarna mjög sterkt en líka sko. Svo mörg lög sem alltaf bara hvert lagi fættur öðru sko ég að skoða Spotify hérna hjá ykkur þetta eru bara Over, Crossfade hérna Ríben og þetta er allt bara með 10 milljónir það er alveg list og þegar þú talar að túra og fljúa út og nennan því ekki og eitthvað, eru það að fara á eitthvað túr? Er það að fara eitthvað erlendis að spila? Það er eitthvað reytingur alltaf helgar á sömurinn og svo eru að fara í mínitúr í Austur-Európa í september en svo eru við bara undirbúið að gefa næstu plötu Gekkja sem er tilbúin en það tekur alltaf tíma að setja þetta upp þegar maður er að gera í útlöndum sko. Hvenær stefnið það að gefa hann út? Bara, það verður nokkuð fyrir henni byrju næsta ás Eru það að vinna plötuna í útlöndum?
Sær það? Nei, til útgáfu. Til að vinna í útgáfum málum. Já, ég skil Þetta er ekki bara hér það sem maður uploadur svo bara á Spotify og hringir inn og þá maður að stefna Komir við þetta allir þessir En svoleiðis stótt, þú veist, þið að standa í þessu öllu sjálf, þið með eitthvað í þessu bara? Nei, við erum bara með manni eitthvað fólk sem kann þetta. En ekki svona, þú veist, þá ekki stundum bara eitthvað, heyrðu, please, reyna að klára þetta, okkur langar að gefa þetta út þetta, þú veist, engin svona, langar ykkur ekki að koma bara út á morgun, skilur? Jú, að sjálfsögðu. Við ætlum að segja, sko, að spila nokkur ný lög í höllinni. Við getum ekki beðið að lefa fólki að heyra, sko, við erum svo geggjuð. Óutgefin á næstum viltu 3 lög. 3 lög og það mun enginn gera bara byrju, hvað er þetta? Það mun allir trillast Ég bara geti óskað þess að við verðum ekki að leiðin á Akureyri stund þá verðum við að fara að mæta þetta höllina bara komin í alvöru danski Þeir sem eru ekki á leiðin til Akureyri þá bara hvetja ykkur til þess að fara inn á tix.is er ekki tix.is? Nei, moment.is Rabbit free og vera á tánum meðan að fara hrætt þetta er að klárast þannig að þetta er bara let's go kaupa núna moment.is tryggja ykkur miða og það strax drengir það var heiður að fá okkur hingað í stúdíóið og já við ætlum að henda hér í lag sem að mun gera allt vitlaust á morgun og það heitir Over. Takk hérlega fyrir okkur drengir. Takk Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 þeir verða ekkert mikið svalar en þessi tvei drengir Nei, geggjað svakalir Já, þessi hljómsveit líka bara legendary hljómsveit Já, við hvetjum alla til þess að fara inn á moment.is og tryggja sér miða í höllina morgun sko þessi sölur að hans bygga hann í byrjun við erum bara aldrei jafn mikið langa á tónleika Nei Það verður að viðkennast Við verðum fyrir norðan, við komist ekki Sko það er gaman að mæta bara og vera vel sveittur svona á miðju gólfi alveg að við tökum næstu strákar, við bara setjum þetta núna í kalendarinn Já, við þrýr bara saman í miðinni bara alveg, fólk hefði kannski hugsað betur hvað þeir gera þetta, en við hefðum púlað Við myndum fáuleg pín og svona augu bara hvað eru þessi þegar ég var að dansa Nei, þeir eru stemningsmenn Fólk var í skíjónum Það er bara þannig, talandi um Akureyri þá þurfum við nú að plugga fyrir stóra það er ball á morgun, það er náttúrulega herrakvöld Þórs, það er konukvöld Þórs og svo er ball í Sjallanum og það er von Frikki Dór, Maut og Steindi og fleiri Regin Ósk, þannig já, kíkiði eða eru fyrir norðan á Sjallan annarkvöld Sko, bæði herra og kvennakvöld Þórs eru orðin stærstu bara kvöld Akureyrar og ég held að þetta sé stærstu bara kvöld bara nánast Ég held að þetta sé stærsta herrakvöld á landinu Já, þú veist, þetta eru svona Þórsarnir eru þetta er bara svo mikið stemningsfólk Þannig að ég get ímyndað með að það veri alveg stemning á Akureyri á morgun Já, og það er selt inn á Sjallan þannig að ef þið eru fyrir norðan kíkiði á Sjallan á morgun drengir en þið sleppið ekki Egill Einarsson, hann sendir mig spurningkeppni Gilstæna seinna tímyndir í, ég var að vona að þetta myndi fjár Já, ég var svona eitthvað að hugsa Já, ég ætla að sleppa nokkrum Já, þannig að eru þið tilbúnir Já Þetta er sem sagt spurningkeppni sem að Egill sendi frá Ítalíu og heitir King of Likeable Herru, fyrir enn common knowledge Já, það verður bara að bíða það enn eina ferðina Svona eftir top 10 lista en þá ákvað ég að salta common knowledge Ég er nefnilega að lofa þér, ég er bara með 3 ár sko Ég er með rosalegri common knowledge Ef það er tíma ef ég geti ullaðum út þá væri það gaman En við sjáum til Við reynum það Við reynum Herðu, drengir, eru þið tilbúinir í King of Likeable? Yes, sir Og Egill sendi mér að þið verða fyrir King of Likeable að þið eru báðið mjög likeable gaurar Já Og ég ber enga ábyrgð á þessum spurningum Nei Og ég er búin að taka út svona allavega 2-3 sem að ég hefði engan áhuga að lesa Ok Eru þið tilbúinir? Já King of, ég setja mér hans spór svona Ok, King of Likeable Veitu, hann gerur svona Leiktan Ok, King of Likeable Hefur verið sagt við þig á sitt snillingur? Já, við grunnar að það hafi nú öruglega einhver svona vel í glasi hendi á mig einhver tíman Já, blessa snillingur Það er alveg gert Það hefur verið sagt við þig, það fóði báðið stig Já Þannig að þeir eru það likeable og þegar báðið fengið bara Ég veð oft menn svona með þessu núna Snillingur Já, takk snillingur Þannig að hefur verið sagt við ykkur Þá er það næsta Ertu það likeable að fólk borgaðir fyrir að vera í kringum sig? Að vera í kringum sig? Ég held að það sé alveg bara þessari að veistu stýra á Já, það er bara þannig Já, sjálfsög Byrjar eðlilega Já, þetta er nú bara mjög þægilegt 2-2 Ég held að það væri bara einhver
gæjar út í bæ bara, tekur þú tíkallina og hangið með okkur Já, ég er enda að fengið tilbúð, 50 skall fyrir að vera í partíi með strákum Tókstu því? Nei, 2016 og 17, ég var ekki alveg til í að Þetta er aukast yfir mér Þetta er mjög áhugavert Það er þetta, við geggjaði 50 skall Rukka á síðan, æstrákar, nú er þetta búið Erum við með peningin? Orðið vínu Búin að drekka með Rukka Hvað er 50 skallir? Ógeðslega skrítið að rukka þá Þá er það næsta Ertu það likeable að fólk gefur þér free shit eins og hann orðaði þetta hérna inn á spjallinu Sko, gefa mig free shit Og stundum eitthvað fritt Já, Steindi Þú Þið eru bara með fullt hús Já, þú er alveg fengið fullt af free shit Já, ég held að sé ekkert endilega tengt því að við séum eitthvað likeable, ég held að sé meira svona að það sé einhver að vona við séum þá Herðu, veistu hvað ég fekk á hann? Ég fekk pakkast og svona minnist Þannig að þú ert það likeable Steindi og þú færð free shit Já, ég held að taka punkt á það Hlemmi líka Já, við tökum punkt á það Djöfull er likeable, þeir eru með 3 stig af 3 Sjálfsögur erum að fá free shit Þá kemur næsta Hefur unnið í kringum mörg 100 titlinga en öllum í sturtun er sama því að þú ert svo likeable Bíddu Eðlilega kemur þú að fjöllum þetta Nei, ég kem ekki að fjöllum, ég veit hvað þetta er Hefur verið sundlaugarvörður? Nei, en ég veit eitt sem hefur verið sundlaugarvörður Það er Steindi Já Þannig að Steindi, þá spyr ég Hefur unnið í kringum mörg 100 titlinga en öllum er sama í sturtuna því þú ert svo likeable Það er þetta ekki Þetta er búin að vera svo mörg ár Ok, nú er ég ekki eins og pera Hann er ekki þetta Ef ég les þessa, getur þú ímyndað hvað ég tók út En þarf ég ekki svona þarf ekki bráðum að fara stoppa Þess átt að fara út fyrir svona hálfári Hann sé svo likeable Það er öllum sama þó að sé tippinu framann Þetta er, reynda, ég var að þykja Þetta er vel orðu spurning Já, en ég meina, þú veist Þetta er stig, Steindi? Já, þetta er stig 4-3 fyrir Steinda En svo staðan er núna, er hann meira likeable en þú Það er alltaf Hjammi hefur ekki verið sundlagur Þetta er ósækjum spurning Þá kemur næsta, hann að Hjammi gæti jafna þeirna Líkar fólki vel við þú sért rauðar og sköllóttur? Ég er bara ekki fengið þetta síðan bara í hvernig Þetta er bara grunnskólaárum Já, ég verð að segja það Þú ert það likeable Takk Egill Það er 4 Sko, það eru 2 eftir Já, nú verður þið bara hreinskilur Það er svo skemmtilega Þetta er orðið skviti Þessi er óþægileg hérna Það ekki Ertu likeable í bettanum eða ertu fastur? Þetta er ekki Þetta gengur ekki Þetta er ekki Ég veit ekki hvernig maður að svara þessu Er ég likeable í bettanum eða fastur? Ertu fastur í henni? Hvað er meina? Ég sé bara eitthvað Fast Er það likeable eitthvað? Kamera En þú veist Hvað maður bjóður í kvöld? Þú veist hvað ég skilir því Það er ótrúlegt að vera bara ekki likeable að það Ef þú ert unlikeable að það Þá held ég að sé fara að vera eitthvað En ég ætla að segja bara, ég ætla að taka stegana Ég ætla bara að vera likeable að það Jú Þannig að þeir eru ekki fastir Nei, þeir eru mjúkir Báðir likeable Þetta er alveg þurðulega Það er þægilega að sitja og lesa þetta heldur að svara sig ég trúi því 5-5 Hvað vill hann líka út úr þessu Hvað tókstu líka út úr þessu? Hvað spurninga tókstu þú varst ekki? Það voru 2-3 ár Það voru síðast það Hefur Gella sagt við þig? Ég þarf að purrast undir þetta Damn the devil to hell Titty fucking Christ Steindi greinlega ekki likeable allstaðar Það er bara gamli skólinn hérna Veistu hvað? Ég bjóst þarna við Fesku tvisti Það myndi að setja þetta á Hjamma Það er alltaf með þetta á mig Þetta er Þannig að Hjammi getur ekki fengið stig Ég get í miður verið að segja nei Þetta er bara alveg beint í nei hjá mig líka Þannig að þetta er bara stórmeistar í játtöfli 5-5 Já, við erum glaðið með það Mjög likeable náðungar 5-5 hérna Þá er eiginlega drengi bara komið að lokum hér hjá okkur í dag Ekki nema þú viljið fá sko common knowledge Nei, gott að eiga þig hólum Já, gott að eiga Herði, shoutout Malen Frænka
er að útskrifast til hamingju Til hamingju maður Úr sko hvaða MR það er alveg skóli það er ekki allir dropouts í þessari fjölskyldu Framtíðin í Björtjáni það er vel gert innilega til hamingju með það svo drengir, við minnum að sjálfsögðu á Guskus í höllina morgun á moment.is til að tryggja sér miða á sturlaða tónleika alveg tónleikar við sjáum bara á morgunsneti á Akureyri hvernig helginu þér hérna? Bara létt ljúf og kátt Það er bara þannig Hitt að vera úr svo á morgun Það er það að skemmta? Já, hvað er það að skemmta? Geggjað og við náttúrulega minnum aftur á tix.is það er náttúrulega tónleikar aldarinnar Rosalegt line-up Það er komið line-up á Akureyri Já, og það verður líka leinigestir og þetta verður svona Við tilkynntum ekki allt Nei, þetta verður að vera stemning það verður að vera laumur og tilkynningar og svona en þetta er svona í grunninn line-upið og djöfull held ég að vera gaman 1. ágúst laugadagur 100 stegi hitti Tryggja ykkur með það inn á tix.is og það kemur ekki óvart að verið reyndar við náttúrulega það er að plata á leiðinni það styttist í hana en þetta lag fyrir allavega 100% tekið þar eigi góða helgi kæru hlustendur heyrumst á þriðjudaginn í blökastunni hjá mig takk kjalla fyrir að stíga hér inn fórst á kostum og sturlaður góða helgi og hver er svo besti er það ekki Guði? Hver er svo besti